Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði með piparduftið, klálega uppáldið mitt. Þátturinn líka í boði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur í nokkrum bragðtegundum, þar að meðal sweet chili sem svartibókin. Það ekkert snakk sem toppar hann, að mínum mati. Þátturinn líka í boði Subway, bestu báturinn í bænum. Subway selur líka salat og vefjur. Uppáhaldsbátur minn á Subway, það er kaldur BMT og ég kaupi mér allavega alltaf 3 smákökur, það það góðar. Og þátturinn líka í boði Sambíóana. Sambíóan reka 5 kvikmyndahús á Íslandi, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álabakka, Kringlunni og Egilshöll. Egilshöll, það uppáhaldsbíó mitt, ég fer oftast þangað, salur 1, það ekkert sem toppar hann. Ég vil þakka þessu fyrirtækjum kærlega fyrir stuðningin, ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta og horfa á Bíóblaðir. Endilega fylgið Bíóblaðri á Instagram, TikTok og Facebook og ef þið viljið styrkja Bíóblaðir, verslið við þessi fyrirtæki sem styðja þáttinn. Já, Beggi, loksins náðu að taka upp. Já, bara ég voru búin að vera spenntur, sko. Arnar bróðin nefndi þetta við mig einhvern tímann bara fyrir löngu síðan, sko. Algjörlega. Síðan sendið þú á mig og, ég talaði fyrst um mig og síðan sendur á mig og hér erum við. Hér erum við erum búin að vera að plana þetta í, alls ekki 3 mánuðir eða eitthvað. Fyrst við tölum saman. Já, voru sko 6 mánuðir sem ég fekk að við geta á bróðinu, sko. Þannig að þetta er búin að vera 6 mánuðir á fæðing, sko. Þannig að ég er bara að þakka fyrir að koma og við náðum loksins láta það gerast. Ég er bara heiður að fá að koma og ég er bara svo hrifinn af þessu setup hér Hafsteinn, það er bara... Takk hérlega fyrir það, maður. Þetta er... Mér líður vel í stúdíu, maður er náttúrulega stundum að taka henn upp og... Þú ert vanur þessu herbergi. Ég sit alltaf hérna með einn, sko, ég veit ekki hvort það sé búist. Þetta er þinn staður? Þetta er minn staður, sko, þannig að ég er in my zone, sem að segja, aðeins öðru sér svona umhverju hann, ég er svona aðeins að bæla í þessu og ég er fullt af styrktaralinn á borðinu og... En bara svona, ég er að venja þessu. En nú ert þú með borð eins og ég. Þú ert vanur því setupi. Já. Þú ert ekki með eitthvað 2 hægindi stóla en eitt svo leiðis. Nei. En þetta er aðeins öðruvísi borð. Er það öðruvísi tilfinning? Já, ég myndi segja það. Þetta er ekki hvítt. Já, ofta þetta er ekki hvítt, sko. Það finnst mér að vera á öðrum stað og samt er ég á sama stað. Vantar líka svörtu gardínuna, sko. Já, af því þú ert sjálfur með podcast. Já. 24/7. Já. Ég ætla aðeins að spyrja út í það áður fyrir mér svona bíómyndadót. Hvernig myndirðu lýsa þessu podcasti sem þú ert með? Ég myndi segja, þú veist, að tilgangur með því, það er að ég fæ svona áhugaverða og farsara einstaklinga í spjall sem eru kannski sérfræðingur sínu sviði eða hafa gert eitthvað sem ég vekur mína áhugun og forvitni og fæ þau í spjall til þess að og teku þau gegnum sömu spurningar, sama format sem eru svona ákveðni trójuhesta spurningar, þannig að þú spyrðir þær út frá þeim myndast ákveðnar samræður sem kemst ákveðin dýft á. Ég kalli þetta oft sko heimspekilega, sálfræðilegar hraðaspurningar, en samt ekki hraðaspurningar, því við viljum taka díalóg hvert svar. Og... Er eitthvað time limit á hverju svari eða fattur eitthvað? Nei, alls ekki, sko. Okay. Þannig að þetta er alltaf bara svona ég sem þarf að stjórna því í gegnum samtali, sko, hvenær ég fyrir næstu spurningu og hvenær ég er búin að tala mikið á ákveðin tíma. En bara tilgangurinn við öllums bara vitneskju þeirra vegferð í lífinu, þeirra reynslu og lærdóm, svo við getum hlustað og kannski hagnýtt eitthvað og lært átt á okkur einhverju nýju hlutum sem hjálpar okkur í lífinu, sko. Nú ertu múin að taka næstu 30 þættir? Jú, ég held... Ertu ekki konar 28 eða eitthvað? Já, það getur verið, eitthvað svo leiðis. Þú er góð nokkuð langt. Finnst þér eins og þú hafa lært eitthvað á þessum 30 þáttum? Fyrst af fólkinu? Já. Persónulega? Ég hef lært þér helling, sko. Já. Það er alltaf eftir einhvers hvern þátt sem ég er svona, hvað var það sem greip mig, sérstaklega þessu þátt, stundum hefur verið að einn þáttur sem ég var í daginn og ég var bara heima að skrifa. Þú veist bara þegar mér fannst svo þátturinn svo maðurinn sem gestur Pálmann og stjórnendaþáli, mér fannst það svo með áhugaverðar pælingar, ég var bara svona að reyna að mappa þér upp og svona hvernig tengist þetta, hvað ég hef verið að gera og hvernig ég nýtt mér þetta í mínu, sko. Þannig að það er alltaf eitthvað lærdómur, allan svona áminning og svona sem maður lærir af því að tala við fólk, því að þetta er eins og að lesa bók. Þetta fá bara kannski einhver búin að vinna bara 20 ári í einhverju viðfangsefni og hann er bara að skrifa þig bók og þú getur bara að lesa bókina og þú getur bara lært hana. Og sama með bara vegferð fólk í lífinu, þú veist, við höfum farið í gegnum mismunandi vegferð, aðrir einslíkar hafa farið í gegnum allt aðra vegferð, þeir hafa lært eitthvað, brennt sig á einhverju, unnið, tapað, sigrað, þú veist, og mér er svo gaman að
heyra þessar sögur og hugsa, já, ok, hvað einkennir þá sem, þú veist, ná árangri og hvað felst í því og hvað felst í því að líða vel í lífinu eða hvað felst í því að ná markmiðunum sem svo framvegist. Þannig að síðan sé ákveðið mynstur sem búið að koma út svona. Hvernig það? Svona ákveðið mynstur varðandi svör, sko. Til dæmis ef við nefnum dæmin 2 mynstur, sem svona helsta mynstur sem við búin að sjá, að það rosalega mikil talað að sé, sko, stærsta áskorun sem við mannkyn stöndum frammi fyrir, þessi aðgreining og sundrungur milli hópa. Þú veist, við erum alltaf að skipta okkur í svo marga hópa og við erum alltaf að, þú veist, ég á móti ykkur, maður fyrst að líta á okkur sjálfa sem manneskjur og eigum miklu meira, þetta er ekki svona svart og hvítt, það er miklu meira grátt svæði sem við eigum sameiginlegt og ef við myndum ná að eiga þannig samræðum, myndi ég þótt að ég væri samfélking og þú væri sjálfstæðismaður eða þú væri kona og ég kall eða við getum tekið alla bara hópana, að þá myndu við samt ná miklu meira saman, myndu við geta sett okkur í spor hvers annars og lært að skoða heiminn út frá augum hvers annars með forvitnilega leiðarljósi, sko. Finnst þér við vera að fara í rétta átt með þetta? Eða ranga? Það er að tala spjalli okkar á milli, ef við erum ólíka skoðanir. Já. Er það að fara ranga átt? Núna? Nei, ekki við tveir, bókstaflega. Heldur þetta hópadæmi? Já. Mér persónulega finnst þess að hafi versnað einhverju leyti. Þetta er, búið versnast bara og koma miklum krafti, sko. Já, mér finnst það pínu skeri. Mér finnst það líka skeri, sko. Af því við verðum að geta að tala saman. Já, og sko, ég heyrði bara sko, kannski ekki of djúp pæling, en ég heyrði sko Friedrich Nietzsche sem er heimspekingur, hann tala að Guð væri dauður og myndi hafa skelfilegar afleiðingar. Hvað meinar hann með því? Því að fólk svo margir sem hægt að trúa og sem var svo mikill tilgangur fyrir ykkur í trúnni, fundur svo mikill sko, tilgangur fyrir því að trúa okkar æðraði mig sjálf. Og núna er svo trú búin að færast á hugmyndafræðina sem fylgir ákveðnum hópum. Allir þessi ismar og allt þetta, skilurðu. Og það er eitthvað sem, og þú ert með þá trú og þá ertu bara, þetta er bara rétt, þetta er algjörlega sannleikur og ég er ekki tilbúin til að skoða neitt annað en í myndina. En vanalega, þú veist, mér finnst svolítið hrókja að vera með að halda hópur sem að tilheyri, sem bara með 100% fullkomna sín á lífið eða með allt á hreinu, því að lífið er tölvöld flóknar um það. Þess vegna held ég miklu frekar að líta á hvort annað út frá einstaklingum sem við höfum, sko, og tengjast hvort öðru þannig. En ég held að þetta sé búið að versna, ég held að muni versna ennþá meira og ég held að þetta verði svona einn stærsta áskorun sem við mannkynni stöndum fram í fyrir, sko. Sitt, ég var að vona að þú kemur eitthvað svona bjartsýna spá. Af því mér er áherslu að fylgjast með þessu, eins og segja, þetta hópadæmi. Ég er rosa mikið á móti þessu, af því við erum öll svo ólík. Þó við sem hérna tveir, kannski svipum aldrei hvítir kallar, það þýðir ekki sem eins. Nei. Við erum ólíkir. Og mér finnst það svo hræðilegt þegar fólk getur ekki talað saman. Og þegar vera að loka á aðra hlið út af einhverju, það finnst mér galið. Já, eða alhæfa ákveðna hegðun út frá einhverjum hóp. Já. Og vandamálið með hópana, sko, er að þú ert hluti af svona 20 hópum, sko. Og hvaða hópar skipta mestu máli? Þú veist, kyn er einn hópur, kynþáttur annar hópur, útlit, hæð, tími í sögunni, viðhorf, gildi, þú veist, bara þyngd, áhugamál, þú veist, mataræði, þú veist, út hluti á svo ótrúlega mörgum hópum og það er nefnilega kannski flókna með það, hver segir hvaða hópar skipta máli og hvaða hópar með að stilla upp á móti okkur öðrum og... En hvað er þetta? Af hverju gerum við þetta? Ég held sér því að Guð og hugur sem sagði hann. Já, þú heldur að sé bara því. Já, þú veist... Er þetta ykkur öryggistilfinning? Já, auðvitað er það líka að við, sko, okkur líður nakin án skilgreininga, sko. Og þú veist, að þú veist, ef við myndum segja bara ég er Hafsteinn, ég er Bergsveinn og ekki bara ég gerir þetta eða whatever, sko. Þú veist, þegar fólk kynni sig við, þá segir vanlega bara ég heiti Beggi og ég er dóttir sem í sálfræði eða ég er að vinna við þetta eða svo framvegis. Þetta er svona ákveðin við sjálfsmyndina, við tengjum það sem við gerum við sjálfsmyndina, hóparnir sem við hluta af, við skilgjum svona sjálfsmyndina okkar út frá því. Þannig ég held að sé klárlega ákveð öryggi sem þú finnur og ákveð öryggi með þú finnur sko líka að þú ert kannski búin að finna eitthvað öryggi í þessum hóp sem þú ert í og þessari hugmyndafræði en það er lífið er tölvöld flóknar en það held ég sko, þess vegna tel ég alltaf að líta út frá sálfræðilegu sjónarmiði á okkur út frá bara einstaklingum, sko. Af því hvað lærir maður, ef þú tilheyrir einhverjum hópi? Þú heldur bara hann er alveg bara, það er allt rétt hjá honum, hann getur ekki gert mistök og allt sem hinn gerir er vitlaust og fáránlegt. Hvernig lærir maður þá? Hvernig þroskast maður? Þú ert ekki tilbúin til að fara í samræður, þú ert ekki tilbúin til að skoða eins og, sko. Þú ert búin að loka það mikið á það því þú ert svo blindur á að allt annað sé vitlaust
að þú ert ekki tilbúin til að taka einu myndina sem lærir bara ekki neitt, sko. Ekki nema að vera bara ennþá blindar á það sem þú trúir á, sko. Mér finnst þetta svo, mér finnst þetta svo galið. Og maður sér það svolítið, ég sá þetta, maður sér þetta rosalega mikið eins og ekki kringum COVID. Það eru hópar, sko. Það eru hópar. Það er bara þetta, það er bara með grímur og móti grímum, anti-vaxxer eða ekki, þú veist, maður er bara svona, þú veist, við erum líka bara manneskjur. Já, nákvæmlega. Og þá fer svo mikið, en besta leiðin til að fá fólk meiri lið held ég að benda á okkur vandamál og kenna einhverjum hópum það. Þannig að, þú veist, líka, mynda þetta svo mikið núning á milli fólk, bara eins og bara bóluefna umræðan og þú veist, grímu umræðan og ég meina, þú veist, voru svona 2 hópar í COVID, það var leipum bara öllu og gerum allt, þú veist, það var ekki að vera neinar restrictions og en síðan voru allir bara, bara vendum hópana og eitthvað svona og bara þið hafið bara báðir rétt fyrir ykkur einhverju leiti, sko. Og þetta er ekki, þú veist, á vissum tímapunktum og skilur, þannig að þetta er mér finnst þetta bara rosa leiðilegt því að eins og ég segi, þetta er ekki svona svart og hvít, það er miklu fyrir grá svæði og ef við náum, að mætast þar einhvern veginn, sem er krefjandi því það kostar bara, ég komst að því ég er ekkert rosa svona skoðana glaður því að ég þarf rosa mikið að afla mér upplýsinga áður en ég gef mér skoðun og stundum hef ég bara ekki skoðun einhverju því að ég hef ekki afla mér nógu mikið tíma til að skoða til þess að hafa rétt á skoðuninni. Þannig ég er rosa mikið bara svona, ég skil þig, skil þessa lið, ég skil þessa lið, en ég er ekki bara þú ert fáiði af því ég ger þessa ákvörðun, eins og bóluefnaumræðan. Ég skil alveg fólk af vissu leyti sem fór ekki í bólusetningu. Ég skil báðarlegar. Já, ég skil báðarlegar og ég skil auðvitað, maður skilur fólk sem fór í bólusetningu. En þú veist, ég get samt alveg, þú veist ekki svo sammála öðrum hvorum, eða sammála, ég fór í bólusetningu sjálfur og segjum ég sé ekki sammála einhverjum sem fór ekki í bólusetningu út af einhverjum ástæðum, þá getur samt alveg skilið hvað hann er að koma og ég þarf ekki að setja út af þá manneskju að segja hann sé álviti eða whatever af því að hann tók þá ákvörðun, skilur mig. Þannig að þurfum að mætast einhvers staðar í miðjunni og hafa ákveðna auðmýkt að viðurkenna það að við höfum ekki allt á hreinu og við getum lært alveg heilan helling af öðru fólki, öðrum hugmyndum og sjónarmiðum og að því að það er ekki rétt að festast inn í einhverju ákveðni hugmyndafræði og ég held að sé bara frekar hættulegt því það myndar svo mikið ég á móti ykkur og stríð og eitthvað svona skilur þannig að ég er bara skíthættur við þetta, Mér finnst ekki ótrúlega hvað fólk leyfir sér að segja þá hinn hópinn. Já. Og alhæfir kannski. Bara ef þú fékkst ekki til dæmis bóluefni, þá ertu bara trumpisti og öfga hægri maður og anti-vaxxer og þú er bara settur strax í einhverja flokka. Já. Og bara á núleitni, Algjörlega, ég man einhvern veginn, hvað félagið minn var eitthvað að segja einhverjum kalli viðskiptalínu frá mér, Ég var eitthvað að vinna með einhverjum fyrirtækjum og hann spurði eitthvað út af því að hann var eitthvað hann spurði eitthvað, er hann feministi? Og svili minn sagði, hann hlustaði mikið á Jordan Peterson, ok, þá er hann ekki feministi. Og ég bara svona, og svili minn tók að bara, nú er þú alltaf svolítið að aðhæfa hennar, er hann ekki feministi því hann, Jordan Peterson var þess ekki feministi. En þú veist, Já. En það er narratífið, skilur við? Það er narratífan, en það er líka af því að þú ert ekki búin af því að þú er heyrt einhvers staðar, ekki búin að líta á náum líka grannum augum, þú ert ekki búin að gefa þér tíma til að skoða það, sem gerir það verkum að þú grípur eitthvað sem einhver sagði við þig eða einhver fyrirfram getur gefið skoðun sem þú hefur á einstaklingnum sem þú er búin að taka sem algjörðu sannleik og síðan bara setur ákveð í flokk bara, Beggi, Jordan Peterson, ekki feministi. Það er bara búin að stimpla þig. Já. Sem mér finnst svo, mér finnst þetta svo galið. Þetta er það, En við gerum þetta líka ósjálfrátt, bara með því að flokkum fólk bara, svo þú sérði einhvern út á götu, þú strax búin að setja einhver bara hólf bara á hans og veist að því, í rauninni. Bara þú sér hvernig að klæðaburur á honum eða hvernig hann ber sig eða, þannig að þú veist. En ég segi eins með það, að því að kannski allir er með einhvers konar fordóma gagnvart öðrum eða eru búin að flokka einhvern á þess að kynnast honum. Já. En mér finnst allt í lagi, að einhverju leyti, að þú hugsa með þessi manneski er svona. En svo kynnust henni, ef þú ert opinn fyrir að breytast,
skilur að það eru allir með einhvers konar hugmyndur annað fólk. Já. Ok, þessi lítur svona út, þú ert með tattoo og eitthvað, hann örugglega þá svona típa. Já. En það er alltaf í lagi ef ég er líka tilbúin að hitta þig, spjalla við þig og þá bara, já, Beggi er allt öðru sem ég held. En þetta virðist ekki vera algengt. Nei. Að fólk hefur sér til í þetta. Ég tek oft dæmi, sko, þegar ég var að spila fótbolta, ég var óþolinn á vellinum, sko. Ég bara þróaði með mér eitthvað svona egoinn á vellinum, það sem ég var bara að drullis okkur, sko, sem ég varð að gera. Ok, reynskýla alltaf. Já, ég bara svona, ég gíraði mig upp og ég var tilbúin að gera ýmislegt til að vinna og svona aðeins að kljást við hann framherran og... Ýmislegt, hvað þýðir það? Tækla menn eitthvað ólöglega? Já, þess vegna, sko, þú veist. Og ég man alltaf eftir einu dæmi en að vorum að spila mot einu liði og það var eitt svona ungu framherri frammi, sko. Ég var svona aðeins að láta hann heyra og aðeins að komast inn í hausin á honum, sko. Tók hann öxl í öxl og spurði hvort hann var ekki duglegur hjá einum styrtaþjálfara sem ég vissi að hann var hjá og okkur svona og síðan kemur hann eftir leik og tala við eitt gaur sem er í liðinu mínu og hann segir mér sko frá þessu 2 dögum seinna sko, þessi félagi sem er í liðinu mínu. Já, þessi, Beggi, vinur minn hann sem var í liðinu sem var að spila á móti, hann sagði eitthvað um mig, þessi Beggi, á hann ekki að vera eitthvað svona að halda fyrirlestra og hjálpa á fólki, hann var bara ekki góður við mig í leiknum. Hann er óþokki bara á vellinum. En það er það sem ég hef lært í sko, og það tengist því sem við vorum að tala um sko, að þegar sko í fótboltanum, þá getur myndaðir skoðun á einhvernum á vellinum eins og ég hef haldið að rosalega margir einstaklega séu bara gjössalega hálfvitar og bara ekkert það meir, síðan kynnist ég einstaklegum ég hef bara, þú er bara ótrúlega næs sko. Já, þú meinar að það er inn á vellinum er ákveðin karakter, en svo er hann í alvörinni svona karakter. Já, en maður kynnist honum bara meira á kannski spilaði með honum, skilur. Ég til dæmis þoldi ekki eitt gaur sem ég var að spila mútið í FH, ég held bara að hann var algjör hálfviti. Sem mætti í FH og þetta var bara top 3 mest næs gaur í FH og ég tengdist honum hvað best, sko. Þetta er svona ótrúlega hvað svona ríkt í okkur. Ég fengi að mér svo sjálfur, því ég er búin að fá alls konar fólk til mín. Já. Og ég alveg fengi að heyra frá fólki sem ég þekki. Bara eitthvað að hlusta eitthvað þátt hjá mér, með eitthvað einstakling. Þá búið að ákveða að þessi einstaklingu væri svona típa, eða vitlýsingur eða fáið eða eitthvað. Já. Svo hlustu á þáttinn minn og var bara, herðu, þessi einstaklingur er bara allt öðru sem ég er. og ég þarf núna þarf ég bara að fara að hætta því að fyrirfram dæma svona fólk. Já. Skilur þau? Að vera aðeins opinn fyrir því. Já, ég hef alveg fengið sko, kom nýrgaur í liðið mitt í fótbolta og fór mér æfingarferð, hann komið fyrir æfingarferðin og hann og eitt félag hans sögðu að þeir stunduðu það að taka með fyrir og drulli menn saman og bara einn leið til þess að baktala. Já, í rauninni sko. Og einn gaurinn sem postaði mynda sér með mér sko. Og þá kom hinn gaurinn strax bara þessi Beggi maður. Og þá kom gaurinn sem ég var með í liði og sagði, nei, hann er nú bara frekar næs og sagði sko, þessi einstaklega við mig, ég held þú værir miklu leiðilegri og miklu þurrari en þú varst en sér ertu bara frekar næs gaur, skilur mig, ég bara, takk. Að því eins og með þig til dæmis. Já. Ef þú ert á Instagram. Já. Og þú kannski postar einhvern klippum á þér eða eitthvað. Ef ég þekki því ekki neitt, að við erum bara að kynast núna fyrst skipti. Já. Þá kannski ég býði til einhverja mynd að þér. Já. En svo hitti ég á tala við, þá ertu kannski allt öðruvísi. Og hvað, varstu búin að búa til einhverja mynd að mér? Ég bara, þetta er fáið þessu gaur. Nei, en kannski maður horfir á klippum þínar. Já. Þá hugsaði mér, ok, þessi gaur virkast þið alvarlegur. Skilur. Já. Svona serious gaur. Já. En þú ert að tækla alls konar hugmyndir og pælingar sem eru kannski djúpar og áhugaverðar og mikilvægar og merkilegar. Og ég sagði mér, já, ok, þessi gaur virkast svona, já, alvarlegur. Svo hef ég hitti hérna. Já. Og ég sagði bróðum minn bara, Beggi alveg virkaleg svona miklu meira lús en ég hef. Þannig ég er sigur þetta líka, sko. Já, auðvitað. Og ég er oft alvarleg þegar ég er ákveðin. Og þegar ég segja eitthvað með ákveðnum veg, þá svona Setur í brýnnar saman, sko, og ég held að það geti verið ákveðin túlkun. Ég var eins og sem svona alvarlegan svip, sko, sem nútrall. Ég held þessi búið breytunum, ég vann aðeins í því, sko. Það var ég oft bara svona, skilur... Varstu með nútrall svip? Já, svona aðeins alvarlegur. Ég var yngri sérstaklega, sko. Varstu alvarlegur sem barn, eða? Nei, ég held ekki. Nei. En ég held ég sé, sko... Ég er alveg ég er alvarlegur. Þú þarf þess, eða átt að vera... Já, en oftast er ég frekar líklegð, sko, held ég, myndi ég segja. Af því ég held, sko, ég er að dæmið út frá einhverjum stuttum klippum eða eitthvað. Ég veist að, já, hann er kannski svona
alveg típa, Mm. svo því ég hitti þá bara stórt bros og blessaður og sæll og gett svona hress og ég bara, wow, ok, hann er allt öðru sem einhvern veginn hann er öðruvísi en Instagram útgáfan af Fugga. Já. Yeah. Herru, förum út í bíómyndadót. Já, það ekki. Við erum búin að spjalla ná mikið eitthvað svona Bara almennt. eitthvað hugmyndir frá eitthvað kjæftæði. Já, ég voru að Það er það skemmtilegt. byrja veisluna, já. En þú ert alltaf vanuð því og það sem er gafið þennan þátt finnst mér, það er að fá alls konar fólk til mín Já, sem kannski er ekkert venjulega að tala um bíómyndir. nei, nákvæmlega. Þú væntanlega einhvern áhuga á bíómyndum. Já, það er ekki flestir einhvern áhuga á bíómyndum. Hvað myndir setja sjálfa þig? Svo sem áhuga 0-10, af 10 bara hardcore nörd, Bíómyndum yfir, já, bara öðru höfuð, sem áhuga shit, 2. Já, ok, þú varst ekki tarðið það. Nei, ég held ekki, ég er náttúrulega brútil honestuna. Ok, þannig að þú ert tvistur. Ég vil segja verið tvistur, sko. Ef 0 er bara, ég hef ekki séð bíómyndir og 10 er bara, ég ger ekki annan að horfa á bíómyndir. 10 er Tarantino eða eitthvað, skil, við bara ógeðslega mikið ok. bíómyndir. Þá er ég 2, sko. Þú ert solid tvistur. Já, rétt slef upp í tvistum, sko. Það er rétt slegar við tvistin. Og þá er fólk kannski hugsa með sér, Hafsteinn, ákvæmst þú þá að bjóða á bekkinn? Já, nei. En það er svo gaman fyrir fjölbreytileikann. Það ekki? Jú, ég vil ekkert alltaf fá okkur hardcore nörda. Nei. Að því að allir þetta nörd þannig, þá er það fyrsta leðeldur um mig. Já. Ég er ekki bara að tala okkur hardcore nörda, Nei. líka um hlustundur. Já. Það var alltaf sama bara spólan. Sama rullan, sko. Það er ekki gaman. Mér langar líka bara að fólk kynnist þessar liða þér. Já. Að þú kannski ert ekkert mikið að tala um þetta, Nei. þessi podcastu þínu, Nei. meira svona svo tölum áðan hugmyndafræði og pælingar og svona, Já. en þú horfur örugglega eitthvað á sjónvarp. Og þá er mér gaman að veita okkur hvað finnst þér skemmtilegt. Já, nákvæmlega. Eins og með bíómyndir, Mhm. þú fylgdur út lista. Já. Þú gerir svona top 10, sem bara náði tíminn myndir að það með Já. væntum, já, eða Eitthvað góða sem að- tilfinningu að horfa. já, eitthvað sem þú bara fílar eða fannst áhugavert eða eitthvað sem er talað til þín. Já. Og ég veit ekki listaðinn. Nei, þú veist Mér ekki listan. mér finnst það skemmtilega. Já. Og það getur vel að ég veit ekki hvernig þinn smekkur er. Nei. Komum bara með, hvað meina mynd? Ég er nefnilega sko, mér fannst það svo áhugavert, ég gaf mér tími í gær og var að skoða þetta, sko. Já. Og að sko, áhugavert var að það var ákveð minnstur í bíómyndur sem náðu ríkaði til mín, sko. Og við munum kannski komast að því. En líka stundum, þá held ég einhver uppáhalds bíómyndin mín, sem var ég bara, hvað gerðist þetta í mynd? Það myndi bara ekkert eftir því. Nei. Ok. En ef við byrjum bara á, það sem kom svona fyrstu var hérna Batman, The Dark Knight. Ok. Já. Dark Knight. Mér finnst ég hef hort á hana alveg rosalega oft, sko. Bara tónlistin, Hans Zimmer náttúrulega með þetta allt. Joker náttúrulega, þetta er bara best, ég held að það hafa engin leikið jafn vel bara eitthvað hlutverk og Heath Ledger í þessari mynd og svona náttúrulega fer hann af þessari jörð, þú veist, og allt það og svona tenging, ég man ekki hvort það var, hvort hann var fastur í karakterinu með að það var einhverja andlega erfiðleika og eitthvað svona, en mér finnst það bara svo, mér finnst bara töff mynd, sko. Ertu overtjúkaði? Svona yfir Ég höfuð held ég sé, sko, ofurhetju ævintýra, sko, gaur. Ok. Ég held að það sé svona minnsta sem ég er búin að vera að sjá, sko. En svo yngri, átturu Spiderman kalla eða skilur? Já. Ég átti Batman-bíl Ok. og Batman, átti líka Spiderman, sko. Áttu eitthvað svona uppbóðs er það Batman þá eða? Er þetta erfað spurningar? Nei, ég held að já, ég held að geti verið Batman, já. Það er Nú uppbóðs er ég bara að hugsa svona uppátt, sko. Ég held að það sé Batman af því að, sko, hann er öflugur, geggjaður, fucking nettur, þú veist, með 2 hliðar á sér. Hann er samt, er ekki fullkominn og hann er alveg vulnerable, skilur. Hann er ekki bara eitthvað svona Hann er ekki Superman. Hann er ekki Superman. Þess vegna var ekki þess vegna sem er leiðilegt að horfa á Superman, því að hann var bara allt á hreinu. Það er mjög margir sem þola ekki Superman þegar hann er bara svona fullkominn. Já. Fleiri fíla Batman. Já. Maður tengir mér á, hann er meiri svona mannlegri eða eitthvað sliðis. Hann er bara maður, ekki með hennar krafta þannig og hann sýnir þeim þessar 2 hliðar, Bruce Wayne og svo Batman. Já. Og svo hvort er gríman, Já, skilur. nákvæmlega. Það er svona áhugur pæling í sambandi við þann karakter. Já. Þú veist, er hann Batman eða er hann Bruce Wayne? Hvort ætla hann sé? Sko í Nolan myndunum, þá myndi ég segja að hann væri Bruce Wayne. Já. Hann notar henni bara Batman sem svona tól, tæki, til þess að koma okkur frið þarna í Gotham.
en stundum í teiknumyndasögunum þá hann ef hann þyrfti að skilgreina sig og hann væri bara byssa, hann þyrfti að segja sannleikann þá segist hann að vera Batman fyrir einhvern Bruce Wayne sem ég mjög áhugavert það en já, síðan sko stundum áhugavert samspil milli í hverja leikstýra myndinni og oft líka bara misami í bókum og myndum hvernig menn túlki þetta og hvaða hlið þeir vilja segja Batman. Það sem er svo áhugavert Batman að þetta er karakter frá 1939 kom fyrst þá hann ennþá vinsæll og hann talar ennþá til fólks Hvað er það þá? Ég var að pæla þessum daginn, ég tók upp svona sérstaklega Batman þátt. Já, ok. Ég fekk til minn 2 svona nörda sem elska Batman og vitar rosa mikið Batman. Ok. Og við varum svolítið svona pæla í þessu. Hvað er þetta? Af hverju lifir þessi karakter svona svakalega góðu lífi og ég held að eftir 100 ár verði ennþá að tala um Batman. Já. Krakkar þá er það bara, já, Batman, geggja. Það er eitthvað við hennar karakter, það er örugglega sem mannlegið þáttur. Ég held það líka. Já, getur trúað því. Svo líka bara þetta töff nafn, töff búningur, bíllinn er cool. Vilsnett típa sem leikur hann og líka sko í myndunum er þetta alltaf bara það milli góðs og ills sko. Já, það er klassískt. Það er alltaf klassískt og þetta leikur mjög margar myndir sko. Þannig að ég held að það element grípur mann líka sko. Það er einhver óvinnur, hann er hetjan, lendir einhverjum mörguleikum á leiðinni og sigrast á henni og allir sáttir sko. Þetta er eitthvað bara, þetta er Hero's Journey hérna í rauninni bara. Já, mér langar að tala við það. Já. Hero's Journey. Það því bróðum mig sagði bara, það voru að tala Hero's Journey við Becca. Já. Er það eitthvað sem mikið áhuga á? Það finnst áhugavert? Mér finnst áhugavert og þegar við erum í bíóblæri, hefur það ekkert pælt í af hverju förum við í bíó, borgum okkur inn, sitjum, horfum á bíómynd, fáum okkur mönns, af hverju gerum við það? Og af hverju bíómynd er svona vinsælar? Af hverju eru þessar bíómyndir eins og Harry Potter, Star Wars, Lord of the Rings, Batman, af hverju grípur þetta okkur svona? Og þá segir kannski, já, þetta er bara gaman. Er þetta gaman? Er þetta, jú, þetta er gaman, og við erum full, en við erum líka sko, það er eitthvað undirliggjandi mynstur í myndinni sem tala til okkar án þess að við vitum það. Af því að þú veist, ef við tökum bara Star Wars sem dæmi, af hverju ættum við að horfa á einhver vélmenni tala á einhverjar skrýtnar verur og við kippum okkur að gera svona upp það? Þú veist. Það er gaman. Ég held að sé af því að það er undirleikandi mynstur sem held ég að sé Hero's Journey í þessum bíómyndum sem grípur okkur. Og Hero's Journey er í rauninni bara svona góðsögur sem eru bara sögur sem hafa komið í gegnum aldana rás sem við höfum náða að, þú veist, tjá fyrir sko kynslóður sem koma og þetta er svona ákveðnis sigur saga. Þannig að sko Hero's Journey í rauninni er þannig að þú ert í bíómynd. Eða þú ert það er mynd. Og hetjan í myndinni er bara svona í daglega lífi, sér allir fara hún eitthvað kall til Call to Adventure. Sem bara Frodo í Lord of the Rings. Já, til dæmis. Og fyrst neitar hann kallinu eins og Frodo gerir. Frodo vill ekkert sjá hana hring og reynir að brenna minni með eitthvað svona dæmi. Og síðan allir bara fuck it, ég kýla það, skilur mig. Og auðvitað þegar hann var að kýla það og þegar hann semst fekk kallið, þá náttúrulega birtist mentorinn sem var Gandalf, skilur. Það var rauninni bara sem birtist oft í byrjunin á þessum áskorunum. Síðan ákveður heitir hann að keyra á stað og þá kemur næst að þá stígur hann í óþekktasvæðið. Það er hann að þegar Sómi og hann segja ég hef aldrei verið svona langt frá héraðinu, að hérna er staður sem ég aldrei verið jafn lengur héraðinu, þar byrjar sáfaktor. Og þar í þessu óþekktasvæði að þar verður svo kallast trials and errors sem er að þú veist, þú ert að hetjan tekst af alls konar áskoranir, þú veist rísu frá þeim ennþá fleiri áskoranir að þú hugsa stundum sko bara gæin er aldrei að fara að lifa í dag, þetta er eins og þegar Frodo var með köngulofið út sér allan, hvítur og maður er bara svona, þetta er búið. Það er ekkert að fara að gerast. En þá oftast birtist eitthvað, hann fær einhvers konar hjálp stundum, þú veist, Sómi eða einhver yfirnáttúrulega öfl sem hjálp honum, hann er að sigrast á þessu, þeir enda með því að ná loka takmarkinu, þá bjarga heiminum frá illu og færa nær góðu
og síðan öðlast Frodo einhverja vitneskju sjálfa sig eða eitthvað nýtt lífið og hann ákveður og vanalega sko kontribútor til samfélagsins og hann áttar sig á einhverju og hann ákveður að fara hana eitthvað burtu og hann verður ekki lengur senast í héraðinu en hann öðlaðist hann einhverja vitneskju í leiðinni en þetta svona undirleikandi þema undir mörgum myndum sem eru mjög vinsalar og ég held að höfundar sko skrifa sko plottið og svona viljandi og óviljandi eftir þessu stundum sko og þetta narratív talar svolítið við okkar og okkar veg fyrir lífinu því að við erum alltaf og hann talar sko Joseph Campbell í þessu Hero's Journey að við erum í þessu Hero's Journey í lífinu skilur við lendum í einhverjum og þess að tengjum við svona mikið við þetta við lendum í ákveðnum áskorunum með erfiðleikum og náum að rísa okkur frá því og sko markmiðið með Hero's Journey að pælingi bakvið að það að öðrast einhverja uppgötun jafnvel við sjálfa að lífið sem hjálpaði að vera meira trúr sjálfur basically og fjarsjónum sem þú öðlast í Hero's Journey ekki bara fyrir þig heldur líka fyrir aðra, fyrir samfélagið og svona þannig að þetta er gott fyrir fleiri en bara þig já, þannig að þetta sko þegar ég hef bæði stúderað þetta aðeins og líka sko, síðan lærði maður kvikmyndasálfræði á sín tíma, ég reyndar var ekki nógu duglegur í náminu þá að læra sko en þetta held ég að sé ástæðan, undirleikindi ástæðan af hverju sumar mynd grípa okkur svakalega og af hverju okkur finnst ekkert að því að heyra einhvers konar teknímyndafíkur tala eða eitthvað svona sko og við kemum okkur ekkert upp fyrir það sko þannig að, já Svolítið skemmtilega svona pælingjöður saman þegar Hero's Journey ég var bara pælt svolítið í þessu sjálfur bara í, eins og þú spurðir, af hverju fyrir við bíó af hverju sitjum og horfa á bíómyndir og ég lærði aðeins handritagerð og kennar minn sagði á sinn tíma með mjög hávert af því hann spurði okkur af hverju fyrir við bíó, af hverju sem þú gaman ára bíómyndir og fólk kom alls konar svör það er svo gaman þetta er afþreying við höfum gaman að sögum af því mannkinn hefur haft gaman að sögum bara síðan við urðum bara fólk en hann kom einn punkt sem er svolítið svipað þú talum og þetta er á við flesta það myndir sem eru rétt skrifaðar og hann sagði ástæðan við tengjum við bíómyndir hversu gaman ára bíómyndir það er að því að innst inni þá viljum við öll breytast og ef þú horfir á bíómynd aðalkarakterinn, hann á að breytast í myndinni hann byrjar á einhvern stað og endur á öðrum stað og okkur finnst það svo áhugavert að því okkur langar þess að gera það líka skilur við, en við höfum allt lífið þess að gera það en karakterinn hefur bara 2 tíma í myndinni og mér er svona þegar hann sagði ég bara, já, það er góð punktur það er mjög góð punktur og tengis kannski punktunum með sem allan að Joseph Campbell sagði að væri aðalástæðan fyrir Hero's Journey markmiðið með því væri að vera trúr okkur sjálfum og þá náttúrulega þurfum við ofta að breytast og þurfum ofta að mæta breytingum hjá sjálfum okkur sem getur verið fokk erfitt sko eða þú veist breytingar líka ef við ætlum að framkvæma breytingar sjálf þá er að lyft ógnandi fyrir fólki í kringum okkur líka en það er fokk erfitt líka sko þannig að það sé út af því að við viljum innst inni breytast og við getum gert það yfir lífið en karakterinn er að gera það yfir eina bíómynd það passa alveg inn í það sko basically, þannig að þegar þú fyrir bíó þú horfir okkur mynd þó það þarf ekki alltaf að vera ævintýrmynd, bara einhver mynd já. Og karakterinn fyrir genum einhverja breytingu og með þetta þá er maður bara svona já, þú veist, þú finnur það ég finn það alveg ef ég horfir kannski okkur á bíómynd og ég er bara svona, vá, hvað þetta pointless bíómynd að mér fannst karakterinn kannski ég kannski ekki með ákveðið dæmi í huga núna en mér fannst hann bara að vera næst sér samstæði í lokinu og í byrjun já. Þá er eitthvað klikkað í handritinu myndarinnar en mér finnst það svo hrikalega áhugavert af því að mér finnst oft fólk er svo hrætt breytingar og breytingin þarf ekki nefnilega að vera að þú þurfa að verða alltaf í einhver svaka hetja breytingin getur bara verið, þú ert í einhverju vinnust og þólar ekki þú þarf bara að hætta en þú tekur samt ekki að skara og gera það skilur þið algjörlega þá segi ég stundum sko þú ert að vera hrættar á staðin sem þú ert á eða hann er að gera vansalan heldur en staðin sem þú getur verið á algjörlega en það er svo ótrúlega hvað er margir sem gerir því já, það er náttúrulega líka það er fólk, við fílum ekki, það líkar engum á þessu, líkar engum við breytingar og stundum er fólk líka bara í þeim aðstæðum að þarf bara að vera öryggi að halda upp í fjölskyldinni og er ekki búin að gera plan hvernig að ætlar að fara úr þessari vinnu eða whatever, en síðan er þetta líka bara um eitthvað lítið eins og þú veist þetta dæmi með sko afa minn, hann er 94 og ég fóð með honum í sund fyrir svona 3 árum, hann er grjótarur og mikil fyrirmynd sem hilsu sko, fyrir bara að hreyfi sig
2 í viku og hérna 94 ára? já, bara rífur í lóðinn og fór alltaf í laugina og svona, en ég fór með honum í laugina og fór með laugardagsleiguna sem maður fer alltaf í sko. Síðan er ég komin inn í búningsklefann og allt í einu er ég búin að klæða mig úr og bara hvað er afi? Þá alltaf lít ég eitthvað að finna loksins bara hann einhvers staðar á sínum stað í sko sturtuklefanum. Búin með sinn skáp, hann fer alltaf í þennan skáp og ég kem bara með dót og rútínu gauður bara. Já. Nei, síðan förum við í sturtuklefann og ég byrjar sturtu og svona lít svona afa. Stendur afi fyrir framan eina sturtuna og horfir bara á sturtuna og það var gaur í sturtunni. Sturtun hans? Það var sturtan hans. Og beið hann bara? Hann beið hann. Í staðin fyrir að það var fullt af þessu sturtu hliðina á mér. Hann beið eftir sínu sturtu. Síðan komum við honum í laugina og ég segi að ég ekki að fara í gufuna. Nei, ég byrja á heitapottunum í 5 mínútur, syndi 3 ferðir, fer síðan í saltpottinn, fer í gufuna og síðan fer ég upp úr. Gerð þú bara þitt. Þannig að sko, pointið með þessari sögu er að þegar við erum eldri sérstaklega, þá bara þolum ekki að breyðast. Nei. En þú veist, ég vilja pússa af aðeins og sem að breyta þessum skápi eða fara inn í að sturtu eða eitthvað svona. Þetta er bara með allt. Þetta er bara, þú vilt vera að borða hóllar eða þú vilt byrja að hreyfa þig eða whatever, sko. Þú veist, það er bara erfitt að breyta, sko. Þess að maður ofta þrýst þessum breytingum í gegn, sko. En það eru oftast einhvern veginn, allan þegar ég hef upplifað einhvers konar krosskutur í mínu lífi. Já. Ég stend frammi fyrir ykkur, ok, hvað ætla ég að gera? Og ég tek af skarið. Tek kannski erfiðar ákvörðun eða ákvörðun sem hræði mig meira. Það hefur alltaf verið til eins betra. Já. Ég hef aldrei tekið einn ákvörðun og ég bara ég sé eftir þessu. Nei. Ekki sé mann eftir. Ég held að sé líka sko, já, það er góð pæling því að ég held að sko óþægindin sem sko fylgja því að taka ákvörðunina að hún er meiri enn í styttri tíma. Hversu hún er meiri? En í styttri tíma, skilurðu mig? En bara, það er erfiðar að taka ákvörðun, þú er búin að taka ákvörðun að taka þetta erfiðar samtal sem þú þarft við vinnin eða makaðin eða whatever, skilur mig. Það er erfitt pínu stund og síðan í rauninni verður allt bara betra, sko. En sko, ef þú tekur ekki ákvörðunina eða ert vansæll sem þú ert á þeim staði í lífinu eða eitthvað svoleiðis, að þá mjög líkt að það valdið er miklu meiri óþægindi og miklu meiri sársauka en yfir miklu lengri tíma, þannig að byggist meira upp. Þá koma kannski miklu fleiri vandamál. Þannig að þú veist, ef maður er vansæll núna, að það er mjög og maður gerir ekki neitt og maður er nákvæmlega eins eftir 5 ár, þá er maður alveg vansæll eða ekki vansællari og með örugglega svona 50 fleiri vandamál, sko. Þannig að, sko... Eitt félag mér sagði, það berði undir, hann sagði, ég var talandi við hann, bara, ég var ekki séð eftir einhver ákvörðun eða eitthvað. Og hann sagði, hvernig veistu? Ég spurði hans, hvernig veistu það rétt ákvörðun? Og hann sagði, ákvarðanir eru alltaf réttar á þeim tíma þegar þau eru teknar. Já. Þetta er samanlega. Þetta er hrikalega góð punktur, sko. Það satt alltaf í mér, þetta er 10 ár síðan sagði þetta. Já, ákvarðanir eru alltaf réttar á þeim tímapunkti. Ef þú, sko, fylgir því sem er í hjartaníðunni, eða fylgir þínum sannleika, hvað er að tala við þig, og þú gerir þig best að taka ákvörðun út frá þeim sannleika, þá er það alltaf rétt á þeim tímapunkti því að var þinn sannleikur á því tímapunkti. Og ef svo sem þetta er röng ákvörðun, að þá getur þú aldrei röng ákvörðun. Ef ákvörðun leiðir ekki af sér nákvæmlega sem vildir, þá getur þú alltaf lært ákvörðun og þá má alveg deilum hvort sé röng eða rétt ákvörðun. Nákvæmlega. Þannig að þú veist, og líka að tíminn sem þú tókst ákvörðuna var rétt ákvörðun í því á þeim tímapunkti, þannig það er alltaf rétt ákvörðun, skilur mig. Þannig að það er ekki hægt að taka ranga ákvörðun, sko. Nei, ég veit þegar hann sagði þetta, ég var bara það er ákveðin speki í þessu. Já, ég tengi við þetta, sko. Herðu, ok, Dark Knight, við fórum aðeins út fyrir. Það er allt í góð, það er partur af þættinu. Það er partur af þessu, já. Algjörlega. Þú stjórnar þessu. Ég stjórnar þessu. Mér finnst þetta bara gaman. Ok, Dark Knight, frábær mynd. Hvað aðra? Sko, Lord of the Rings. Ok. The Return of the King. Og þú tekur hana sérstaklega? Já. Akkurru? Ég held að sé bara því að hún endalógin komið þar, sko. Fattar mig? Endalógin sögði. Já. Þannig að smíðast Two Towers trillt, sko, og ég skrifaði hann eiginlega fyrst niður. Síðan hugsaði þetta eins og svona, það var eiginlega Return of the King. Af því það er ekki það er erfitt kannski fyrir að velja miðjukaflan. Já. Mér varst hún kannski svona skemmtilust. Two Towers? Já.
á svo mikið að stríði og svo geggja stríði hvað Minas Tirith eða hvað Nei, Minas Tirith var í Return of the King. Já, byrju, ekki Helm's Deep. Helm's Deep, já. Já, endaðum þar. Já, það sem þeir eru að keppni hvað drepa marga orka og allt það, sko. Maður það svo skemmtilegt og þegar sko fer niður náttúrulega á skildinu sínum hann Legolas og bara zing, 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 skjóta menn og hann helvitis Gimli, toss me það var ógeðslega fyndið. Svona Aragorn líka. Já, Aragorn glerharður, sko. Hvernig fannst þér hann sem karakter, Aragorn? Því hann hann verður síðan kóngurinn. Hann verður kóngurinn og svo ekki svona... Hann með svaka ferð, þú pælir í, það sem við sjáum að fyrst í Fellowship. Já. Hann bara eitthvað svona, næstu bara eitthvað útlægi, eitthvað, svo endan hann nú kóngurinn. Hann var svona litið óvænt, svona. Já, hann geggja samt. Þetta geggja svona karakter örk fyrir hann. Og hann náttúrulega næstu í dáin í mynd 2. Já, það var ekki 2. Já. Jú, mér minnið það. Það drukna næstu í það eitthvað. Já, hann var tekið niður að einhverjum orkum hana. Já, hann dettur niður í eitthvað vatn og eitthvað. Já. Eitthvað á. Og síðan átt hann einhverju smá ástasambandi við hann Álfa. Arven. Já. Þú ekki Arven? Arven, já. Það var alveg, sko. En já, hann endar svona sem, já, þetta svona óvæntur kóngur, sko. Hann geggjaður, pikk. Þetta gott pikk. Að því ekki tala allt að þeir sem að vilja vera kóngar, hann bara, ég verð að vera kóngur. Það ekki fólk sem vildi að vera kóngar. Skilur það, því að Aragorn vildi það ekkert. Nei. En hann var samt rétti maður, já. Af því að hann stór hluta, af því að hann vildi það ekki. Já, bara svona, já, og kannski bara afleiðingin af hvað karakter hann var að geyma á hans að hann var að sækjast eftir því, sko. Já. Og hann færi með það kall að verða kóngur. Já. Hann tekur því, greinlega í lokin. Já, mér fannst það bara svo skemmtileg blanda af fólki, sko, í þessu. Sammála. Þessu föruneyti og líka bara alltaf koma aftur á Bardugos og Íls og... Já, það klassískt dæmi, sko, Lord of the Rings. Það alveg klassískt, sko, og ég dyrka að horfa á þessa myndir jólinu, sko. Þú veist, eitthvað við þessar myndir og ég, sko, mamma og pappi, þegar við vorum komið 2001, 2002, 2003, það ekki? Jú. Mamma og pappi tók mig því ég 92, þannig ég verið 9 ára þegar fyrstu myndi kom. Já. Mamma talar ennþá það þegar hún ofta að halda fyrir augunum á mér. Hún alveg brútal. Já, hún alveg brútal. Ég held ég hafi ekkert verið svona, ég var bara svona spennt, stressaður. En það var svona fjölskyldu, kannski þannig ástæðan fyrir mér ekki líka væntum hana, er að við fjölskylduna fórum öll saman í bíóana. En þú ert líka á þeim aldrei, 9 ára þú sér Fellowship. Já. Hún hefur hörgulega haft gríðarlega áhrif á þig. Já. Hún þetta var bara, ég man bara hvað þetta var svo mikið þetta var bara svona, þetta í bíó á þessar myndir og það er komað 3 ár í röð og ég hugsa bara í dag, bara hvað er Lord of the Rings mynd í dag, skilur mig. En hvernig, er Marvel myndina kannski núna þannig að... Nei, sko, það sem ég myndi líka við Lord of the Rings, sérstaklega Fellowship, það er Dune, ertu múin að segja hana? Nei. Hún nýkomin út. Ok. Og það svona episk mynd. Ok. Episk saga. Bardugos og Íls, Hero's Journey, allt þetta dæmi. Dune, ég þarf að fara á hana. Þú voru að tjekka á henni, en það er alltaf sci-fi, en virkilega skemmtileg mynd, góð. Og ég hugsaði mig, þegar ég var búin að sjá Dune, ég hugsaði mig, vá, ég held að sé bara, ég reyndi að hugsa líka Dark Knight, það var ákveðin upplifun fyrir mig. En ég hugsaði, ég hef ekki séð svona mynd bara síðan 2003, Return of the King. Þetta eru orð. Þetta eru orð. Ég ekkert að segja hún sé betur en það en sem bíóupplifun, episk mynd, saga sem að flestir geta kannski tengt við einhver leiti þegar við höfum talað Hero's Journey. Já. Bara tænibrellunar og kveikmyndatakan og það er vinur þinn, Hans Zimmer. Hann gerir tónlistina, hún er svo bombastic og þetta er svona sensory overload og ég labba út úr bíó og ég er frá part 2 núna. Þetta er bara part 1, sko. Já, ok. En ólíkt Lord of the Rings, það var ekki búið að gefa grænt ljós á 2. Þannig að ef þessi floppa, þá fáum við aldrei part 2 og þá fáum við aldrei en enda, skilur. Já, ok. Það er pínulega rétt. En ef þú spyrir, hvað er Lord of the Rings í dag? Dune kemist næsti, held ég. Já, ok. Það er svona, er einhverja myndi búin að vera síðustu árin sem eru bara svona, að mér fannst Lord of the Rings svo stórt. Harry Potter svo stórt. Ég veit ekki hvort það var bara þegar maður var svona ungur, eða hvort það séu, hvort þetta hafi bara verið einstæmi að hafi komið svona geggjaðar tríóleikur, skilur við. Ég held að stór partur af því, að ég man þetta kom, ég er 18 ára þegar það fyrsta kemur. Já. Og ég man þetta var alltaf markasett sem bara mitt 2001 á Fellowship, 2002 Two Towers, 2003 Return of the King. Því bækur nú alltaf tilbúnar, lungu tilbúnar. Og það ætla að gera þetta bara 3 ári röð og
kemur bara á ársfresti, þau var aldrei gert það Mhm. og það kostuðu það mikið að þeir tóku það upp allar saman tíma þeir eru það mikla trú á þessum myndum en það kostuðu það mikið ef að Fellowship hefði klikkað það hefði New Line Cinema stúdíó sem gerði myndin þar orðið gjaldþrota þess vegna sem með Dune þeir eru ekkert að taka svona sjensa þetta er svo svakaleg sjensa, svo Já. dýra myndir en ég held að stóra stóri þegar þér fannst þetta vera svo stórt þetta var alltaf markast þetta þannig og þetta var stórt, þetta var 3 ára mynd skilur, að ég hugsa Lord of the Rings sem eina heild Algjörlega. Algjörlega sem var til eitthvað svona það sem hún mættir og horfir á extended version allar í einu svona, það er bara fucking fyrir dagunni það sko já, sem var eitthvað svona ég ætla að fara á það, var eitthvað svona tónleikar í Hörpu, það sem var sinfónía það getur cool það er nefnilega, hann var eitthvað það var daginn sem ég mista miða held ég tónlistin í Lord of the Rings er brjáluð sko hún er rosaleg sko já, hún er rosaleg ég náttúrulega þegar maður vil sóna út og læra að finna einhver svona, þú veist, fá svona alveg són í gang sko hlustar á kveikmyndatónlist, þú ert að hlusta á tónlist já, herðu, ég verð nú bara að benda á sko einn tónlist á playlist á vinnu mínum sem heitir Grímur Gunnarsson hann er með Bíómynda Hacks, hann er opin playlisti og það eru mögnu lögan inn á sko bara alls konar, allt kveikmyndalög allt kveikmyndalög, bara á bíómyndum sko þess að kveikmyndatónlist, það er ekki sungið þetta er bara spór bara, já og þetta er bara, ég man sko að ég var að læra með honum í BS-náminu þá bara sett ég alltaf á þetta og var alltaf að læra og þetta er alls konar lög alls konar úr alls konar bíómyndum það er aður þessi fílingur, hlusta á svona skor heldur en poplög eða já, allt þessi fílingur það er það sko ég sá hann bara Instagram, þú veist að posta á vídeónu þínu þá er þetta kannski með eitthvað svona Hans Zimmer já, skor eða eitthvað, já, ég veist að það hann kannski dýrkar Hans Zimmer hann er geggjaður sko hann líka gerir geggjað tónlist já, og Inception líka ég bara er hún listanum? hún er ekki á listanum, en ég held hún ætti að vera á listanum sem manni bara ekkert konar Við fannst geggjur sann. Ég fannst geggjur því fór hann í bíó og sér var ég bara eitthvað, ég man ekki bara stækt. Ég man ekki stækt sem gerist í myndinni, sko. Þannig að ég myndi spyrja hvað er Inception? Ég myndi ekki sagt það. Sko, ég nánast man ekki hvort það var Matthew McConaughey eða Matt Damon. Leonardo DiCaprio. Það er konur. Sjáðu. Matthew McConaughey var í Interstellar. Já, byrju, hvað mynd voru að tala um? Inception. Já, byrju, ég er að rugglast. Ég er að tala um núna. Varst að hugsa um Interstellar? Já, ég er að hugsa um Interstellar. Varst að hugsa um Game-myndina? Já, Game-myndina. Það er Matthew McConaughey. Já, þarna hefur rétt fyrir mér. Ég var ekki alveg svona vitus. Ég vissi að Inception væri Leonardo DiCaprio. Það er þegar hann fer í 3 vittirnar og... Já, nei, fyrir draumana. Já, og með peningin og allt það. Mér varst hún mjög góð. Já, með skaparkringlum. Já, hvort það var raunveruleikin eða ekki. Já, hvort það var í draumnum eða ekki. Já, mér varst það áhugavert. Já. Það er svo áhugaverð mynd, skiljum mig. En maður er einhvern veginn, ég er að vera duglegur að horfa myndir, sko, af því að... Ertu ekki mikið fyrir að horfa myndir, þá kannski fyrir utan Lord of the Rings, ertu ekki mikið fyrir að horfa myndir aftur? Jú. Þú ert alveg mikið fyrir það? Já, sko oft skrollum við og ætlum að laugardagskvöldi og konan ætlum að horfa okkur mynd og skrollum á Netflixi eða Amazon eða whatever öllum bara í klukkutíma og síðan bara, heyrðu, ég finn eitthvað mynd, eru annarkvort horfa á sömu myndir aftur eða við bara fyrir að horfa á þætti, skilur. Já, maður er rosa ekki opinn fyrir að keyra á nýja myndir, sko. En það er alltaf svo mikið drast. Já, ég myndi oft senda á bróðin í einhverju paniki, hann alltaf tala um einhverju myndir bara, sendi mig góða myndir sem ég geti horft á það. Þannig ég þurfti helst bara að fá einhvern lista frá þér, bara must to watch, sko. Ef Arnar bendir okkur á mynd, og ég ætla bara að eigna mér það núna, þá var mjög líkilegt að ég hef bent honum á þá mynd. Já, ok. Þannig að það er viskan sem kemur frá honum í gegnum því. Ég ætla ekki að eigna mér allt, en það er mjög fyndið, ég veist með heilt frá vinum að ég horfði á þess að þarna mynd, og Arnar, takk fyrir að benda mér á það, og ég kannski við hliðina, bara Arnar, er þetta ekki myndir sem að ég benti að tjekka? Jú, hafst böndu mér á. Þetta er klassískt bræðra, sko, takk allt kredit og... Takk allt kredit. Ég man þessu, ég veit ekki hvort ég er að taka, ég sagði einhvern tímann, sko, bróðum minni brandara. Og það var eitthvað svona, það var einhver íri í húsasundi í London eða eitthvað og það kemur einhver hópur einhver mönnum, you came here to die. No, I just came here yesterday. Og þú veist, ég sagði, það er auðvitað brandari. Frá 5 Já, en ég sagði bróðunum minni það, þegar ég var ándabæk hann tíðindi og hann bara, umlega brandari, sem kem ég í skólan daginn eftir, kl. 9.
ég bara labba fram hjá honum, þá var hann að segja brandarinn vinnu sinna og allir að skella hlátur, ég bara... Að stala hann. Já, stala hann á kappanum, sko. Allt í var þetta orðið góð brandari. Já, þetta svona má svona bræðra. Já, ég kannast finna við þetta. Já, gaman að þessu. Inception og Interstellar, já, sami leikstjóri. Sami leikstjóri, þar var hérna sem var með, sko. Já, en það var svona pínfindi, ég bara Matthew McConaughey, Matt Damon. Já. Þeir voru ekkert í Inception. Matt Damon var síðan einhver aðra ekki mynda, ekki? Nýlega? Matthew McConaughey? Nei, það var Matt Damon. Já, Matt Damon. Já, það var í Martian. Já, Martian. Hún var líka fín, minni mig. Já, heldur góð. Leiðast hvað ég man ekki mikið úr þessum bíómyndum. Það er allir góð lagi. Það er eitt fyndið Martian, ég verð að koma þess að. Ég man ekki hvort ég hef búin að koma þess að í podcastinu. Að hún fjallar mann sem fyrir Mars, þess að geimfara, þau farið til Mars, þess að það er Martian, og hann verður eftir á Mars. Já. Þess að það er myndin. En það voru margir bandaríkjumenn sem ég held að voru byggðu sannsögum á hattur. Já, já. Mér fannst það svolítið fyndið. Já, talandi um fordóm, ég hugsa ekki bara classic American. Dæma það þjóðina. Því við höfum ekki farið, fyrir þá sem, ef ykkur er að hlusta á það, við höfum ekki farið til Mars. Nei. Ekki ennþá. Ekki ennþá, kannski einhvern tímann. Vonandi einhvern tímann. Ok, hvað ertu með næst? Lord of the Rings, þú tekur Return of the King. Já, næst tek ég hérna óvænta sem tekið óvænta stefnu Lion King. Já, bara uppbæðanlega teilmyndina. Já. Akkur heldur hana? Hún situr bara eitthvað svona í mér varandi í sko æskuna. Það tengi mikið við svona iconic mynd. Þess að bara allir sé hana. Ég held það. Og ég líka sko þegar ég var að skrifa bókina minna þá var ég svona stundum og hef stundum í fyrirlestum tengt einhverja pælingar við Lion King, við Simba í Lion King. Hvernig það? Eins og ég tengja oft sko að axla ábyrgð á lífinu sínu og þá verður lífið sko innihaldsríkt eða þú veist, eða þú gerir eitthvað sem er krefjandi að þá verður lífið svona innihaldsríkt, ekki kannski hamingjusamt, en það er einhver tilgangur í þessum eins og Simbi í byrju myndar, hann er bara eitthvað, ég ætla að vera konungur, skilurðu, var prjónaði sig og fór í Fílabeinskirkjugarðinn og Mufasa bjargaði honum og síðan hrakti helvíti skaran úr samfélaginu sko sem að vera ennþá martröð yfir sko. Góðu vondukall, já. Og síðan sko lendir hann einhver smá debur og síðan koma tíma að pumpa eitthvað, rífa hann í gang slímur bragóður og allar ágið þurrkaðar út. Og maður heldur hann sé ekki eitt ánægður, hann er bara að gera eitthvað sem gefa hann svona stundar sælu og gleði og eitthvað svona. Síðan sér maður að hann er ekkert að vaksa í myndinni og hann er ekki ánægður. Hann er bara eitthvað svona veikburð og hann til að Nala kemur, Potari hann segir, gamli, rífðu þið í gang, það er allt í sko ruglunni á ljósakléttum af því að það er bara Skari er búin að taka þér allt og þetta er bara að fara í eitthvað kegg sko. Þannig að hann axlar ábyrgð, hann ákveður að gera eitthvað sem er krefjandi, fer, sigrast á Skara og kemur röð og reglu á samfélagið og það til dæmis tengi við það að axla ábyrgð á lífinu eða þegar þú gerir eitthvað sem er krefjandi og þú hugsar ekkert, þú veist, þetta var svo auðvelt, þetta var þess virði, skilur það er vilt, þetta var ógeðslega krefjandi, eitthvað sem ég var að gerði, en það var fokk þessi virði, sko. Þú hugsaði aldrei auðveldar sko. Þannig að þú veist, þannig ég reyni oft sko að hugsa svona ákveðna sígildar sögur eins og Lord of the Rings eða Harry Potter eða Lion King og oft reyni ég, þegar ég tala Lion King við fólk bara instantly að því það sem maður ekki búin að sjá hana það er ákveðin saginni sem við tengjum við og það er ákveðin fókus, það hjálpar fólki að læra eitthvað aðeins inn á pælingar sem ég er að tala það er svona ákveðin kannski listform sem ég nota að miðla mínu skilabóðum sem allir haldi athygli, sko. Já, ég skilja þetta, þá kannski fólk svona móttekinlega fyrir því sem þú ert að kenna þeim, að þú ert að nota í rauninni þessa vinsælu mynd sem allir er búin að sjá, að það er alltaf tengja þessu sögu. Já, eins og þú sagði nefnilega, sko, við bara, það er líka líffræðilegt, varandi bara sögu, sko, þú getur sagt bara einu sinni var við bara krakka og bara þau bara af því að þú veist, það er bara við notum sögu til þess að færa bara upplýsingar til kynslóð eftir kynslóð eftir kynslóð yfir milljónir ára, sko, eða þúsundir ára og þess vegna eru sögu bara nánast innbyggðar í líffræðinu okkar, sko, þess vegna ef þú vilt ná athygli fólks, þá segir einhverja skemmtilega sögu, sko og það er ákveðin list, þess vegna byrja ég vilt fyrirlesturna sögum til þess að ná strax til fólks og þetta er ákveðin list sem til þess að halda fyrirlestar, ég byrja ákveðin sögum og síðan
að innvinkla í rauninni bara eins og vísindi í sálfræði eða einhverjar rannsóknir, nennir ekki að heyra bara eitthvað, já, ef þú horfir á 3 klukkutíma á símanum í dag, þá vertu 3 sinnum líklega til þess að vera þunglít, ég er búin að missa þig eftir ég sagði 3 sinnum, sko. Þú veist það sem búin að missa mig? Já, þannig að skilur, og hann nennir ekki að hlusta einhverjar tölur, þannig að, sko, listin svolítið að koma með einhver skilaboð á grípandi veg og þú gerir það langbest í gegnum sögur. Mér svo finnst þú skildur orða þetta svona, því að nú fyrir að hugsa sjálf á mig, ég er búin að horfa svo mikið af myndum bara fyrir að krakki. Eiginlega allt sem ég veit ég út af bíómyndum. Ég er kannski að horfa okkur á bíómynd sem gerist í seinni heimsstyrjöldinni. Ok, núna veit ég hvenær seinni heimsstyrjöldin byrjaði út af myndinni. Skilur hvað við? Alls konar svona dót sem ég tengi við að ég lærði þetta og þetta festist í hausnum á mér af því ég lærði það í gegnum sögu. Já, nákvæmlega. Sem bara, það er svona, mikilvægt, sko, að þú missir fólk bara og við talar ekki sögum, sko, við tölum líka bara mjög mikið prósta af því sem við erum að ræða, það sem við erum búin að ræða í podcast í dag, við erum nánast bara, ég er búin að segja mjög margar sögur, þú er búin að segja mér einhverjar sögur og við tölum bara í sögum. Já. Og það tengja okkur. En það líka bara áhugavert. Já, mjög áhugavert. Skemmtilegt. Já. Það svona meira entertaining, það er meira aðfengi í því heldur en eins og segir, ef þú fyrir að lesa bara okkur kennslubók eða bara, ég sé bara tölur, ég bara fæ kvíðundi í magan, þú er bara búin að missa mig eftir hálfa sekúndu. En þess að þú sagði ekki, ég nota Lion King til að, þá er ég bara, byrju, það líka og ég bara svona settist upp í, bara byrju, hvað? Mér fannst það strax áhugavert. Já. Þú var strax búin að ná mér, samt varst ekki eins og búin að segja mér nákvæmlega hvernig hún nota Lion King. Nei, og vanalega þegar ég tala Lion King, eða einhverja sögur, eða þú veist, og þegar ákveðin list að grípa mismunandi fólk á mismunandi aldri, mismunandi geira og allt svo, það er allt annað handlegur, en því ég tekið því að dead silent, sko. Dead silent. Það er enginn í símanum, það er enginn að segja hvað að gera hvað annað, fólk bara. Þá veit ég með þau, sko. Út af Lion King. Já, meðal annars, sko. Það er mjög áhugavert. Ég elska það. Þú líka notar þessa mynd, eins og þú segir, það er einhvern veginn, ég þekki enga mannsku sem ekki séð Lion King. Veit það. Ég fór alltaf allir séð það, sko. Það er allir búin svo Lion King. Meira sem bara yngstu krakkanir, sko, í dag. Þetta er bara eitthvað sem bara, eins og þú talar sko, Batman, Lion King, ég sé hann ekki hverfa, sko. Nei, hún voru til næstu 100 ári. En það er líka bara góð mynd. Góð mynd, sko. Fórstu á 9? Nei, með þessar tölvubrellum. Já. Nei, sástu hana? Ég sá hana, ég fór á hana í bíó. Og voru þetta sömu töfrar? Það var bara alveg eins mynd nema ég heyrði einhverju vonuð að hann var eitthvað pínu öðruvísi og okkur svona, en hann var bara nákvæmlega eins nema bara öðruvísi tækni, bara flottari teiningar. Þannig að ef ég verið að fara að láta myndi einhvers krakka þetta inn og láta hann horfa á okkar, þá var það alltaf upprunalega myndin, sko. Ég er nefnilega á núna 8 mánaða gamla strák, þegar hann verður nógu gamall, ég held mér þetta ekki eins og huga sín og 9. Nei. Ég er svona pottu gamlu bara. Alveg 100%, sko. Því ég hef ekkert svo trailer fyrir 9 og ég bara ok, endurgerða Lion King, einhverjum flottum tölubrellum. Af hverju? Pointless. Finnst mér. Já, ok. Ok, hvað ertu þetta komin á? Höldum áfram. Við erum búin að nefna 3 myndir. Já, það er svo gana kæftu við, við erum búin með klukkutíma. Já, ok. Ég voru bara að stoppa með því að þau vilja tala. Nei, þetta er geggjað. Ok, sko, núna er ég kannski of klassískur, en Harry Potter, The Deathly Hallows, part 2. Ok, hvað valdur hana því það er endurinn? Já, öðru aftur, út af því, sko, ég skrifaði fyrst Harry Potter Elbygarn, því að mér finnst hún svona, það var, sko, mér fannst hún verða, sko, Harry Potter var svona mér fullorðist á, og það var að mér svona ríl, einhvern veginn svona. Já, ég seti myndunum. Já, og mér fannst Elbygarn svona, allan langbesta af þessum 4 sem hefðu komið, fannst mér. Og hún er svona, hún og þessi hérna síðasta, mér finnst þessi bara svo nett, þessi síðasta, sko, bara hérna þegar aftur, bara þetta góð svo hílskilur bara töfrarsprotanir, blár og rauður og öll þessi barátta sem er búin að vera milli þeirra, saga milli þeirra, þú veist, sálin í Harry Potter náttúrulega í Voldemort og bara nett hvernig allir, þú veist, voru að eitt nettast atriði hérna þegar Professor McGonagall, hún fer út og það eru svona, Voldemort er að koma og hún er eitthvað, hvernig var það aftur? Ég held sem með þetta með þess að skrifa hana Pier Totem Locomotor, sem bara ræsir hún út einhverja gæja, svona styttur sem stökkva út af og mér finnst það bara svo magna aðri sem kom bara allir hérna Hogwarts kennararnir og bara setja einhvern hjúp og bara og þá bara mér er að leika eitthvað Harry Potter ég er alveg bara hætti gegn og hjúpurinn kemur yfir
sem virkar takmarkaði, mér varst bara svo ógeðslega nett aðrið, þetta var bara svona, og tónlistin undir og þetta var bara svona, ég kláði stríð og bara svona kondu, sko. Og mér varst það magna aðrið, sko. Ertu mikill Harry Potter maður? Já. Lastu bækurnar? Nei, mamma, sko, las fyrstu bókina fyrir mig og ég man alltaf eftir því hún tók nokkra blaðsíður fyrir svefnin fyrir mig og bróður minn, sko. En ég hef hort á myndinar, sko, þetta sama, sko, í Sviss-Svíld á milli, sko, Lord of the Rings og Harry Potter jólin. Já, meinar það kannski svo, núna tækir Harry Potter og næsta ári tækir þá Lord of the Rings? Já. Gerðu það? Já. Já. Tekur það allar Harry Potter? Er ekki fucking 7 myndir eða eitthvað? Jú, þetta eru margar myndir, sko. Og sem var alltaf, þessi Harry Potter Chamber of Secret, hún var svo ofta á bíórásinni í gamla daga, það bara fekk alveg nóg hann, sko. Sleppur þó 2? Já, stundum, og með þess 3 svona sísta þessu, sko. Og svolítið, var hann of dark, eða svona... Ég bara skrítin, hún var rosa skrítin, nummer 3, mannst eftir henni. En það er margir sem þessi besta myndir. Það? Já. Það var mjög virtur leikstur sem gerir það mynd. Mér var svona stór furðleysi mynd og ég svona veit aldrei hvort ég á stígi hægra eða vinstrið í horfanum, sko. Þegar þú segir stór furðulega, ertu með eitthvað sérst í huga? Ertu bara að tala um eitthvað andrúmsloftið eða sagan sjálf eða? Já, mér fannst, bara eitthvað skrítin. Fannst það ekki passa inn í þennan bálk, þessa seríu? Smá, sko, þetta var kannski bara leið þess að kynnin Sirius Black, þessi mynd. Og hann spilaði náttúrulega stór ruglu í þessum næstu 2 myndum. Var einhvað mörgum myndum? Nei, en mér fannst þú bara svona kannski ekki fylgja hún er ekki skemmtileg. Nei, ég held ekki skemmtileg og það fannst mér svona ekkert markmið í endanum á henni kannski, af því að þú veist, í fyrstu Viskusteinninn, 2 Chamber of Secrets, þessi mynd kom og ég man ekki svona, sko, jú, hann var alltaf Sirius Black, hann fekk að kynast honum, skilur mig. Var ekki eitthvað varulur í þessu líka? Jú. Þegar ég hugsa það, ég er ekki hardcore Harry Potter maður, ég er búin að sjá það allar. Þegar ég hugsa fyrstu 2, fyrstu poppur í hausunum skemmtilegar ævintýramyndir. Þegar ég hugsa 3, þá hugsa ég alvarlega mynd. Skilur hvað við? Já. Kannski eitthvað svona svipað þú ert að tala um kannski passa illar. Nei, Prisoner of Azkaban, 3, með Sirius Black og varulun og það. En svo var meira fun í Goblet of Fire sem fyrir. Já, hann var kannski meira Sirius nummer 3. Já, svo Sirius Black, já. En mér finnst svo óvænt, sko, mér finnst gaman að skoða hver óvæntu hetjuna, sko, við tölum Aragorn á hann, við glindum nefnilega að nefna hann líka Soma, sko, Soma er náttúrulega bara... Já, hann er mjög mikilvæg partur. Hann er bara key player og ég bara, ég segi alltaf, viltu velja vinni hérna, veldu vinni svo Somi, sko, þú veist, on jokes. Akkur er hann svona góða vinnur? Hann bara, sko, gefst ekki upp á vinni sinum. Hann bara alltaf mættur aftur og hann er búin að reykja hann í burtu og því hann veit bara að hann er að gangi um eitthvað erfitt, hann er með einhvern ring og eitthvað. Hann er alltaf mættur, sama hvað... Tryggur. Já, tryggur og bjargar, sko, Soma á ótrúlustu tímum, sko, og hann er líkilatrið á okkur þessi djúsus ringur eitthvað, sko, það er ekki Somis, nei, það er ekki Frodo, sko. En er hægt að vera loyal to a fault? Er hægt að vera of tryggur, skilur við? Já, auðvitað bara, stöðu talar um lífið, maður bara, þetta maður að losa sig við eitthvað fólk sem er bara... Ef þú hefur verið ég kalla alltaf Samwise. Samwise, já. Hvað heitir hann, Somi? Somi, já. Sámur eða Somi. Ég man ekki því eitthvað. Somi er eitthvað Sómasamloka, en alltaf Sam, hvað er maður Sam? Já, Sam. En eins og hann, sem að þú hefur verið Sam í Lord of the Rings, þetta er ekki bíómynd, þetta væri bara raunveruleiki. Herri, ég er löngum að gefast upp á Frodo. Herri, ég sagt bara fuck this, ég fann aftur heim, sko. Veit ekki, sko, það var mission í þessari mynd, sko. Það var tilgangur, sko. Þú veist, ég var alltaf tilbúin til að leggja ýmis lagmynd til þess að bara fulfill hennan tilgang, sko. Að ná þessu markmiði, sko. En ef Frodo hefur vinið þinn, hefur ekki bara sagt Frodo, þú ert bara klikkaður. Ég vil réttu ætti maður alltaf að gera það. En ef maður væri smá skynsamur, hann er með einhver hring sem hefur vond áhrif á mann og svona, já, veist kannski, og hann er búin að taka Gollum í staðinn fyrir mig, sko. Þú veist hvað, ég fokkar með það. Það er góð punktur. Já, hann er maður að hugsa, já, jú, samt, sko, að fyrir eftir bara hvernig þið liggja á mér, held ég. Já. Upp á vissu marki myndi ég taka þessu, ég myndi bara fuck this shit. Bara góða skemmti með ringin, sko, og mér er skýt saman hvort það heilagist ekki. Já, bara gangið vel með þetta verkefni. Já, en við erum að tala um óvæntar hetjur. Já, Harry Potter. Snape í Harry Potter. Já, það kemur alltaf ekki til ljós, það ekki bara fyrir henni í lokin. Fyrir henni í, sko, er það síðustu myndinni, eða er það... Já, næst síðustu eða síðustu. Minnir að sé næst síðasta. Og þá kemst maður að því, gæðin sem maður hélt að væri alltaf
vondur var í rauninni, já, einn af hetju myndarinnar, sko. Ég man samt ekki alveg af hverju, hvernig var hann hetja? Var hann ekki búin að vera að venda eitthvað Harry, eitthvað svona frá skuggunum eða eitthvað, var ekki eitthvað þannig? Til dæmis þegar hann byrjaði sko í Quidditch, Harry Potter, að þá var alltaf haldið að Snape væri sko að leggja álögan þegar kústur hans fór í eitthvað hakk sko, en þá var hann í rauninni að reyna að sko vera með álög til að hjálpa honum, já, af því að það var annar sem var að beita álögum sko. Já, alveg rétt. Og hann var semst ástfanginn af sko mömmu hans Harry Potter. Já. Ég þarf að rifja þér upp. Og sko, og hann var í rauninni sko, Professor Dumbledore lét sko Snape vera hluti af vandalunum til þess að geta vitað og stjórnað að fá ekki upplýsingar þaðan sko. Já, sem svona insight svona. Já, og Dumbledore lét í rauninni Snape drepa sig í rauninni sko. Hann vissi að því sko. Já. Og hann eftir á hyggja sko, þegar maður sér sko hann setur minningar hans í hérna og skoða minningar hans, þá ég bara svona já, Snape og svona, Sam, þetta eru the real heroes sko. Snape og Sam. Já. Hann tjóks. Báði byrja á S, já, það er að hóast. Já. Ok, ég verð að spyrja út í eitt, ég sem þetta Harry Potter. Já. Nördalt vera Harry Potter aðdóndi? Já, það ekki bara. Ég ekki að segja þessi slæmt. Nei. Þetta er svo, ég nörd. Já. En mér skama svona íta í Harry Potter aðdóndur. Já. Það nördalegt? Nördalt? Já, sko. Það góð spurning, maður. Ég veit það ekki. Það? Hvað veist þér? Já. Þetta svona, þú varst að leika þetta atriða það. Já. Og eitthvað svona eitthvað töfra og sprota. Já. Þú veist, hlusta það sjálf á þig. Ekki. Já, nákvæmlega. Ég kannski að horfa á þetta aftur og það. Getur við kottað þetta út það? Ég endurtek. Það er ekki það að vera nörd. Ég sjálfur nörd. Já. Það er bara svo fyndið sumir verða rosa viðkvæmir. Já. Þetta sem ég alveg sama að fólk kalla mig nörd að ég fíla Batman eða Marvel eða Star Wars eða eitthvað. Já. En eins og ég gerði svona Instagram gerði ég smá könnun. Hvort nördalara að vera Star Wars aðdóndi eða Harry Potter aðdóndi? Ekki segja mér að Harry Potter hefði tappað. Þegið. Nei, hvort þér nördalara? Star Wars, allan daginn. Allan daginn Star Wars. Ég sé bara fyrir mig einhverja gauðra mæti búning, bara búin að tjalda fyrir utan einhverja mynd bara í 7 daga, bara með, búin að mönsa yfir sig og, þú veist, það er bara mín talandi að vera búin að setja fólki á rála. Ok, ég er ekkert að dæma fólk sem fíla Star Wars eða Harry Potter. Nei. Það var svo fyndið. Ég fékk enga skilaboð frá nokkurum sem ég þekki, Harry Potter aðdóndur, ég ætla ekki að nafngreina þetta fólk. Nei. Og það var bara einn að samfara bara, Hafsteinn, það er bara ekkert nördalt að vera Harry Potter og það er miklu nördalega að vera Star Wars-gauður og mér fannst það bara svo fyndið. Já. Það var bara að pakka það bara smá í vörn. Já. Bara hvernig dirfist þú? En það sem ég vil segja með Harry Potter versus Star Wars, mér finnst að því við erum fullorðnir. Þegar þú krakkja skiptir engum máli hvað fílar. En þegar maður er fullorðin, að í Harry Potter, þetta eru krakkar sem er aðaldryggja. Skilur þau? Þú veist bara, yes, farðu þarna áfram, go Harry, 8 ára eða eitthvað, ég veit hvað hann er fyrstu myndinni. Það er alltaf fullorðin fólk í Star Wars. Já. Er það ekki skárra? Er ekki skrýtnar að vera fullorðin og halda með þessum börnum? Jú, það er góður punktur sko, en ég held bara aftur um mig, þá var ég held á þeim aldri þegar Harry Potter kom, en ég þroskaðist aðeins með Harry Potter sko, og hugsanlega hefur þannig gripið mig sko. Pottþétt? En þegar maður horfar á viskustinn og Harry Potter í dag, maður er bara, við erum 7 ára. Það er sér að segja. Það er svona smá skríti í dag sko, svona tengir maður meira við þessar eldri myndir eftir 3. eða eitthvað svo leiðskilur. Já, þeir eru aðeins eldri. Já, tengir maður svona aðeins meira við það sko, en þetta er pínu svona, ekki alveg, þroskast ekki alveg vel með manni mynd 1 sko. Nei, þegar maður horfður tilbaka bara, ok, því Lord of the Rings til dæmis, það er fullorðið fólk. Já, þetta er áhugaverður punktur. En ég held að sé bara bæði nördalegt sko. Þetta er allt nördalegt. Sem er bara allt í lagi. Sem er allt í góðu. Já. Það er ekkert að því, við erum bara gaman að pæla í þessu. Bara hvort er nördalega. Og ég er réttlega þannig með því hugsa mér, ok, þetta eru börn. Já. Það er svolítið nördalt að vera bara svona áfram Harry og Ron og Hermione. Já, en ég nota líka Harry Potter stundum. Til að tengja. Já, ég tengdi Harry Potter við skref 7 í bókinni minni, sem er það. Hvernig þá? Hvað er skref 7? Skref í Horst í auðvitað 8, forðast hann ekki.
sem basically þýðir það hvað óttuðust allir í Harry Potter. Hvað? Hvað óttuðust allir í Harry Potter? Voldemort. Sá sem má ekki nefna nafn og eini sem þóra nefna nafn var Harry Potter og ég segi átt sko því að ótti stoppar oft fólk fyrir að vera þeir einstaklega sem vilja vera eða lífið sem vilja lifa, ótti við að breytum vinnið eða whatever, ótti við að höfnun, ótti við að gera mistök, ótti við allt þetta sko, við að vera fullkominn skilur og allt þetta. Og ég spyr sko reyna að tengja á Harry Potter þannig, ég spyr hvað óttast allir í Harry Potter og hvað hefði þrír ekki gert, Hermione, Harry og Ron, þau hefur bara chillað í Hogwarts, vita út af því óttuð svo mikið Voldemort og þau hefur bara verið fór sér að borða og ekki gert neitt. Hvernig í fjárunum hefði Harry Potter endað? Já, ógeðslega leiðilega myndir í fyrsta lagi, en þú veist, og þið vissu sko að, ákveðin tímabúti sem vissu að, þú veist, Voldemort var að leita þessum Hellcrossum og hann er öflugur með tímanum, skilur mig. Þannig ef þau hefði ekki farið og eyðilagt þennan Hellcross fyrir sig og mætt því sem þau óttuðust, basically, að þá hefðu þau aldrei sigrast á óttanum sem var Voldemort og hefðu þau bara mætt honum á þess að eyðilegja þessa Hellcrossa, að þá hefðu óttin verið allt of mikill. Og það oft sem að gerist, ef maður mætir ekki, og þetta er algengast aðferð í sálfræði, ef maður mætir ekki óttaðinum í skrefum, en það er leiðin sérst, að mæta það sem óttast í skrefum, það er leiðin til þess að yfirstíga eða verða hugrekki gagnvart því sem óttast. Og þá segi ég oft, skilur, hvað er, þú veist, og þess vegna tengi ég við það, skilur, það er ákveðin velun við það að mæta því sem óttast. Af því að þú veist, velunin er að þú nærða að sigrast á honum. Og hvað græmar því? Þá komum við aftur í það að þú, fjarsjóðunum sem í sko fjarsjóður sem hún leitast eftir er í hellinu sem óttast er fjarsjóðun að finna. Já, þetta er góð lína sko. Sem felst í því sko að fjarsjóðurinn er ekki bara fyrir þig, þú sigrast á einhverju átt kannski líf sem þú vilt lifa, verður einslík sem þú vilt vera, en líka þá öðrast einhverja visku sem getur hjálpað öðru fólki, skilur mig, eins og Harry Potter, þeir sigrast á óttanum og þeir aftur berga heiminum frá illi sko, færa hann að góðu. En eins og með það, horfstu á óttan. Já. Myndirðu segja að flestir gera það? Eða ekki? Bara þín reynsla, bara fólki sem þú hefur kynnst og talað og svona, finnst það eins og flestir bara, já, ég ætla bara að tekla minn ótta. Eða bara, þú eru ekki alveg náða. Það er svona meiri áttina kannski, já, þú ert ekki alveg klárið það sko. Og meira svona gott af frestunum, skilur við. Já. Þú veist, og svo taka ákvörðun, skilur við. Maður getur velt sér fyrir sér, sko, og síðan frestar maður ákvörðunni. Og frestar hann, en það er alveg ákvörðun fyrir sig, sko, og versta ákvörðun er að taka ekki ákvörðun, sko. Algjörlega, þá bara eins og þú talar þá magnast óttinn, þá getur það verið kannski orðin. Og erfiður þess að eiga við, sko. Og þess vegna er aftur viska í bíómyndum, en ég held svona óttið er bara, þetta er óþægilegt, sko. Það er náttúrulega óþægilegt, skilur. Það lítist auðvitað óttan að gangast á með hann, sko. En það er bara part af lífinu. Já, við óttast öll eitthvað, sko. Allir? Ég held að þú komist ekki í lífið á þess að óttast eitthvað. Nei. Og þú getur hort á eitthvað svaka einstaklinga sem afreika eitthvað helling, eða ógeðslega klárir að ríkir eða hvað sem er. Allir þurftu að horfast í augu eitthvað nóta. Algjörlega og líka, sko, og það sem málið punkturinn er, sko, þú ert hugrakkur og þú óttast eitthvað á sama tíma, sko. Þetta er ekki bara, sem eru hugrakir er ekkit bara að fá ekki neinar efasemdir eða bara upplýja ekki neitt svona fyrir ekki maðanum. Það er definition of hugrakki er að þú veist, upplýðir einhvern ótta á sama tíma, sko. Annars væri það ekki hugrakt. Já, nákvæmlega þess að þetta hugrakkur. Þannig þú verður rauninni hugrakkur gagnvart óttanum staðið að vera óttinn minnki í rauninni, sko. Já. Og ímyndaðir, skilurðu, mætir einhver einu, ímyndið hversu öflugar þú getur orðið, sko, öflugar einslíkur og þá kemur þú að einhverju öðrum ótta og hann er að sérst á honum og þetta er bara svona, þú veist, þú getur bara byggt upp karakterinn svo mikið með því að mæta því skrefum, horfast viljandi augun á því sem óttast og mæta því skrefum, sko. En hvernig heimur heldur það því sem þú getur bara í dag, þú getur bara sett þetta attitude í alla á jörðinni, allar manneskjur í jörðinni, að það ætla bara að takla óttan sín. Er þetta hamingjusamari heimur? Það eru flestir að lifa lífinu sem myndi vilja lifa. Það eru fleiri sem væri trú sjálfum sér. Það eru, við erum bara fylgtislaus. Þú veist, við erum bara manneskjur, við erum bara ég, Bergsveinn og ég, þú veist, ég væri ekkert hræddur við að segja þig hvað mér finnst eða... Ég heldur að fólk er almennilegra, kurteisara við hvort annað. Það eru hreinskilnina sem ég held að sé gott. Já. Og sko, eitt af því grunngildin sem ég brennt fyrir, sko,
og ég held líka, myndur ekki bara taka þig líka og þau hefur ekkert óttast. Jú. Þú myndi ekki sagt því bara Hafsteinn, Þú ert ljótur. mér fannst, já, það var ekki svona, Hvað þarf ekki að segja það? hvers sendugjöf, sko. Hvað þarf að segja? Nei, bara taka dæmi, Hafsteinn, mér finnst bara, ég hlusta á síðustu Bíóblað þetta og mér fannst þú bara ekki vera eins on point í þeim og hinnum 80, 100 eða whatever, hvað komur ekki þættir, ég komin 100 á hvað. Jú, 117. Já, þannig ég geti bara sagt það, þó svo það sé ekki, ég er bara dæmi, ég er ekki Eins gott. en þá getur þú bara, já, herðu, byrju, kannski var ég, já, hvað get ég lagað hana í síðustu 2 þáttum og ég held að sé, sko, já, við myndum sjá heim sem fleiri var að lifa allan lífin sem við myndum vilja lifa og líka að við værum bara við sjálf, sko, og við myndum bara gera hlutina. Við myndum ekki með að vera bara að hugsa bara, hvað gerist ef hvernig myndi að líta út, þetta þarf að vera fullkomað að þetta byrjar, hvað mun nákvæmlega gerast, allt sem að hamla okkur í að bara byrja, sko. Ég held að þetta er mjög áhuga heimur. Já. Af því ég sé þetta fyrir mér, ef fólk myndi gera þetta, af því óttin er að hamla fólki svakalega. Ef fólk myndi gera þetta, horfast við augun ótta sinn og yfirstígan. Ég vil meina það að þú er hamingjusamari. Ef þú ert hamingjusamur, þá ertu almennilegur fólk, almennilegri, en þú sjáðu kommentakerfi eða Facebook eða samfélagsmiðlar eða eitthvað, hvernig fólk leifir svo að tala um aðra og þetta er svo Joe Rogan sagt sem bara heldur að Michael Jordan sé á YouTube að drulli yfir eitthvað, skilurðu. Já. Nei, hann er bara upptekinn að vera fucking góngur, skilurðu, og bara, hann er sáttu við sig. Ég held bara ef að fólk yrði sáttu við sig sjálft, ég held að myndi ekki vera að drulla það við fólk. Þú ert komin á góðan punktana því að, sko, það er oft talað um að, sko, það sem þú dæma annað fólk fyrir, að það er mjög líklega eitthvað svið eða eitthvað sem þú ert óöruggur með sjálfur, sko, hann átt að yfirfæra þína tilfinningar á aðra. Til dæmis eins og ég bara var að dæma fyrir því að vera í ljótum fötum, þá var ég örugglega mjög óöruggur með minn fatastíl. Eða ég var að dæma eitthvað fyrir, hvað er hann að, þú veist, byrja með eitthvað podcast, þá var ég örugglega ólíklega, skilurðu, bara, þá var ég óöruggur með mitt podcast, hvað ég var að gera, skilurðu. 100%. Þannig að við yfirfærum oft, út af því að, sko, við þorumst ekki að horfast í augu þessar tilfinningar, þess vegna yfirfærum við yfir á aðra, sko, þannig að ef maður er að dæma einhver aðra í lífinu, en það maður oftast óöruggur á því síðu, og það getur verið skilaboð að þarna er eitthvað sem þú ert að skoða hjá sjálfur, sko, sem getur verið mjög óþægilegt. Já, það er rólega, þess vegna vill fólk helst ekki tekla. Það er miklu auðveldara við þig að drullið minn fatastíl, heldur hann horfast í augu við það að þú sett kannski sjálfum umulega fatastíl. Já, skilurðu. Það er bara, já. Það er fríð sem fyrir ópið þar. Algjörlega. Ok, hvert eru konið? Þú veist með Harry Potter. Já, hver er næsta mynd? Herðu, sko, næsta mynd er The Untouchables. Já, franska? Já. Ok, okkur aldrei hana? Mér fannst svo krúttlegt samband milli þeirra og að þú veist, sama, sko, og hann trýta hana bara eins, það var svo krúttlegt hvað margir var búin að koma að geta óryggi með hann og þú veist, ég er að passa mig á þessu og svona, hann var bara, taka hann á jammi og láta hann reykja og bara, þú veist, fíblast í honum, þú veist, þetta var bara, hann var gössalega að leitast eftir þessu, því að, og tala við fólk sem kannski hefur fengið krabbamenn eitthvað svoleiðis, það vill ekkert vera eitthvað að þú trýtið það öðru síð, skilur. Það vill bara að þú tali við það sem manneskja. Nákvæmlega. Og ekkert bara eitthvað svona tippa tannum í kringu og svona. Sama þegar einhverjum lendir í einhverjum ástvina missi eða eitthvað svoleiðis og þetta sýnir í samkynna svona. Fólk vill samtalið að þú haldir áfram bara að trýta hann eins og einstakling, bara eins og hver annar. Já. Þannig að mér fannst það svo krúttlegt samband og þetta svona nærði mér svo tilfinningulega þessi mynd, sko. Falleg saga. Já, hún er mjög falleg, sko. Og greip mig all tíman, svo tónlistin alltaf geggjuð undir myndinni og sem sko, sem við þóttum líka vænt að bróði minn, hann átti smá svona samband með einum fötlegum strák. Nei. Jú, og svona bara gjössalega fylltislaus og bara rugli í honum og skjóta á hann og gera grína á honum og bara, þú veist, og hann bara dýrkaði það, sko, og svona, maður það svo fallegt að sjá það, sko. Mér finnst það bara sko fallegt við þetta. Það er fallegt. Já. Ég alveg samlega. Mér finnst líka fallegt í myndina því að þú ert með þessa 2 menn. Ólíka bakgrunna. Já. En ná samt saman. Verða vinir. Mér finnst það bara fallegt. Algjörlega sem myndir aldrei giska á myndi. Nei. Var hann ekki eitthvað svona götugæi og svona, menn hinn var eitthvað ríku kall og mér finnst það bara geggjað. Af því að við höfum talað í þessu podcasti, við erum manneskjur. Já. Og mér finnst bara svo gaman að sjá svona fólk bara tengist. Klikka, já. Já, bara klikkar. Mér finnst það æðislega, þetta er geggjumynd.
Hún er svona gútt, þú veit, svona farið gott í hjarta við að horfa á hana, sko. Já, hún var sjúklega vinsæl líka á Íslandi til Já, dæmis, eða bara í ekki. heiminum. Jú. Ég held að 80.000 manns hafa síðan í bíó á Íslandi, þetta var eitthvað fáránlegt. Vá. Já. Og mega hittari, sko. Já, ég man eftir því. Það var svona, þetta var mynd sem hún varst að fara á, sko. Já. Það varst að horfa á. Og þetta er svolítið svona universal theme í þessari mynd. Já. Vinátta og geta tengst annarri mannesku þó sem er, eins og við tala um podcastinu. Já. Það er alltaf að tala við ef þú kýst Vinstri græna, Já. en ég kýst Sjálfstæðisflokkinn, við getum samt alveg talað saman. Já, jú. Skilurðu? Algjörlega. Þessi mynd er svolítið þannig. Já, kannski bara, já. Að tengjast án, þú veist. Tengja sem manneskjur, Já, bara á grunnleveli. Já, algjörlega. Þess vegna gæti að koma fram með hann eins og bara manneskju. Já, hún er líka bara ógeðslega fyndin. Fyndin á köflum, þetta er bara æðislega mynd. Hún fekk alltaf svona, já, hlýtt í hjartið á mér, sko. Já, ég er ekkert eins og því. Hún Nei. eru nefnd nokkur sem í þessu podcasti Já, ok. og margir sem að mörgum þykir mjög vænt um hana, þessa mynd. Og hún talaði til rosa margra. Já. Ég skilði alveg. Ég sá hana eða setna. Ég fór ekki hann í bíó. Ég man eftir þessi þegar hún var sýnd í bíó og hún var svo svakana vinsæl. Ég hugsaði mér, eitthvað svona hjarðhegðun, allir að fara á myndina því að þetta er svo góð mynd. Ég hugsaði mér, þetta er auðvitað eitthvað overhyped dot. Svo sá ég hana setna á DFT og ég var bara, vá, þetta er bara geggja mynd. Já. Þarna dæmdi ég fyrirfram. Já. Var alltaf að gera það. Alltaf að gera það, sko. Ok, Intouchables. Hvað ertu með næst? Það er alls konar myndir hérna, sko. Maður sjá. Ég er spennt að reyða. Hvert eru konum? Eru búin 5 með það? Við erum búin með, já, við erum búin með 5. Næst ætla ég að segja Dead Poets Society. Áhugavert pikk, ég held að hún hafa aldrei nefnt í þessu podcast áður. Nei. Kottum með það, með Robin Williams. Já. Okkur aldrei Hún hana. gefur mann hlýju hjarta líka. Einhver svona, Hvernig þá? í rauninni bara mætir hann inn í einhvern skóla, einhvern virtan skóla og hann er að fara að kenna bara ljóð, eða þú veist, og einhverja svona list og hann lætur bara rífa blaðsynir í bókinni, ekki vera að lesa þetta, við skulum bara tala saman, við skulum bara, og allt þetta, þú veist, carpe diem og seize the day, skilur mig að njóta augnabliksins og tækifærana og þora að tjá sig og síðan þetta átt að reka hann úr skólanum, sko, og hann var rekin úr skólanum og allt í hennu á nýr kennari eitthvað, þá stígur einn upp á borð, oh captain, my captain, og það augnablik er bara svona þvílík gæsa og þetta er bara svona kennari, þetta er bara einhver svona lítir sem allir, sko, nefndurinn tengdu þvílíkt mikið við, sko, og hann var bara svona kannski bara svona fór sína eigin leiðir, sko, og það var eitthvað svo fallegt líka, sko, og miklu meiri tenging milli nefndan og kennarans og það mér þetta svona, hún gaf mér svona hlýju hjartað, sko, sem mynd. Hvað mynd þú segja, nú ætlum ég bara að spyrja út í eitt, af því að þú ert að tala um kennara. Hvað mynd þú segja einkenni góðan kennara? Alveg svona hvað þú kenna. Hefur hugsað út í það? Já. Góðan kennara, hann allan að duglegur. Akkur sem er góðir og aðrir er bara ná ekki til manns eða... Ég held að góður kennari gefur einstaklega ákveði, sko, ákveðna áskorunir, en líka frelsi til að takast á áskorunir, sko. Þú ert ekki að segja honum beint hvað hann átt að gera, hann átt að hjálpa honum að finna leiðinar að því, sko. Þú ert viljuð, þú hefur trú á honum og þú ert viljuð til að leiða honum að gera mistök og þú gefur það rými, sko. Þú hefur óbreyðandi trú á honum, hann er einsleikunni, sko, hann efast aldrei að, eins og því ég var í fótbolta, góðu þjálfararnir mínir, ég efast aldrei ég var að spila eða ekki, ég hefði bara það mikla trú á bakinu og svona spilaði svo þvílt vel, sko. Það var alveg sama hvort ég myndi gefa 3 mörk, ég myndi samt byrja næsta leik, sko. Og það traust, þá er ég bara að, sko, einhvern veginn, þá blómstraði ég bara inn á vellinum, sko. Þannig ég held að þessi svona fín lína milli, sko, að koma með áskorunir og challengea og gefa manni svona endurgjöfandi hvað maður getur gert betur og það er líka, sko, góðu þjálfari gefa manni tækifæri, sko. Hann leggur upp tækifæri og hann finnur ánægju í því að leggja upp tækifæri fyrir því, sko. Þegar maður finnur svona á eldra fólki að það dregur mikla ánægju í að vera að þjálfingunni, að vera einhvers konar mentor eða eitthvað svoleiðis, sko. Þannig að ef við förum, sko, stuttlegur þetta, þá er það í rauninni rými, sko, gefur áskorunir, en rými til að tækla áskorunir sjálfur, rými fyrir það að mátt gera mistök, segir ekki beint hvað átt að gera, en spyrði ákveðna spurningu þess að komast að því í rauninni sjálfur. Þetta sé svona... Er nauðsynlegt fyrir kennara eða þjálfara að hafa brennandi áhuga á því sem þær kenna? Já.
Ég held það. Ef þú ert að læra eitthvað sögu, mikilvægt að kennaran hafa áhuga á sögu. Já, ég held það. Ég meina að þú veist, ef við tökum bara kennarar eru átt sig á því, að ég held að vita alveg, en það getur gott af ámenningu, að þetta eru kennari í skólastöðum bara mikilvægt leiðtogar, sko. Þú ert með bara 20-30 einstaklingar inn í tímanum hjá þér og þú getur bara haft áhrif á, við munum öll eftir einhverju kennar sem hafði áhrif á okkur, sko. Það einn kennar í Borgarholtsskóla sem kveikti áhuga minn fyrir sálfræði og ég hef alveg sagt honum þetta. Það er bara ástæðan okkur ég er hér í dag. Af því að hann hafði áhuga á efninu, hann gerði tímanum svo áhugaverða að það kveikti minn áhuga. Og ég er ekki eini, sko. Þannig að þú veist, ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að skína í gegn að þú hafir áhuga að kenna en ekki sérst bara að bíða eftir að tíminn sé búinn og drulla ykkur út, sko. Þú veist. Nei, af því mér finnst, ég hef svolítið pælt í þessu, af því mér finnst ástríða rosalega smitandi. Og ef þú ert með kennara sem er að kenna þér, bara stærðfræði eða eitthvað, og þessi kennari hefur svona mikinn áhuga á stærðfræði og hann er að kenna þér bara eins og hann sé, hann er kannski búin að kenna 1000 manns, en þér líður þessi bara að kenna í fyrsta skipti, hann er svo spenntur og þetta er svo skemmtilegt og gaman. Ég vil meina það að þá virkilega lærur. Algjörlega. Og það er líka bara ástríða sá eiginleiki sem eitthvað mikilvægur upp á árangur, sko. Og bara í lífinu? Já. Hann spilar held ég stærst upp í okkar árangur í lífinu, sko, að við höfum ástríðu fyrir einhverju, sko. Af því það er svona drifkraftur? Já, þá, sko, fólk sem er með ástríðu og svona mikinn tilganga það, sko, það líður aldrei eins og sé í vinnunni, sko. Það er bara, þú veist, það er bara að gera einhver hluti sem við vildi nákvæmlega vera að gera og lítur aldrei á það sem er að gera sem vinnu. Af því það er alltaf að líta, sko, á vinnu frá 3 bara sem vinnu, þú veist, færið þinn tjekka inn og út sem, sko, einhvers konar karýr, þú veist, svona ferill, þú aðrast einhverja stöðu, síðan þetta líta á hann sem köllin og, kannski smá dramatíst, en það er bara eitthvað sem kallar í því í vinnunni. Þetta er eitthvað sem þið líður ekki eins og sért bara í vinnunni. Þú ert bara að gera þetta því þetta er nákvæmlega sem þú vilt gera og þá kemur svo mikil innri hvati við að sinna því og þú er svo mikil ástríðu fyrir því og þú byrjar að tala þá bara sést það á þér og þá þarftu ekkert að vera eitthvað að slá þig á bakið áfram og bara svona ég þarf að klárna tíma þennan dag eða býða eftir helgin eða whatever, sko. Þá er bara ástríðan sem dríður þig áfram, sko. Og það er bara langstæsti þátturinn bara í árangri, sko. Því að þú veist, einn maður með ástríðu er eins og 30 afreitsgörar, sko. Hvað er mig? Það er það mikil kraftur í því, sko. Já, vá, ég er sammálaður, sko. Þetta er mjög áhugavert. Að ég hugsa um þessu þannig kennara, bara þegar ég var yngri. Það er ákveðin kennar sem sitt í mér, eða svona, sem ég man eftir. Svo er aðri kennar sem ég man eftir sem bara, þeir eru ekki að nenni þessu. En ég bara hugsa að því að ef þú, sem þú starfir í verslun eða lager eða whatever, sölum var eitthvað staðar eða, þú veist ekki alveg að fíla starfið þitt, og þú er bara svona, þetta er bara paycheck. Ég er nokkuð viss um það að þú ert kennar í skóla, það er svona aðeins meira ábyrgð. Já. Af því að ef þú slagur sölumar í einhverju verslun, ok, það er bara þannig, en ef þú slagur kennari, þú ert ekki nennisu, þú ert að hafa áhrif á svo marga, sérstaklega eins og krakka, og á þeim tíma þetta skipt bara svo gríðarlega miklu máli. Þetta getur bara að móta einstaklingin, sjá bara svo sjálfæði, og tala með sálfræðina. Sem hann hefði ekki þólað sálfræði, hann var bara eitthvað svona, þetta er bara paycheck. Þú kannski væri ekki svona í dag. Nei, ekki, sko. Skilurðu? Og ég argjörlega að það kannski innvinklað inn í skólastarfi það allavega á að vera innihaldsríkara eða tilgangsríkara fyrir fólk, sko. Þannig að þú veist, það er kannski erfiðar að sko, finna einhver ástríðu og tilgang í einhverju sem þú finnur ekki alveg, sko, að skipta ekki nóg miklu máli eða eitthvað svoleiðis, en kennarastarfið obviously er bara eitt af mikilvægasta störunum, þannig að kennarastarfið í sjálfu sér skiptir öllu máli, sko. Þannig að kannski er það svona, já, það er innbyggt í starfið að það er meira og það er heldur sér gefið líka á fólki sem velur kennarinn, sem flestir. Það er að þið hafa einhver áhuga ástríða því, sko, því að þú veist, ekki eru það að fara yfir launin, sko. Nei, ég verð sammála því, flestir hafa áhuga á því. Þannig ég held að það sé líka eitthvað, sko. Já. Áhugavert. Mjög áhugavert. Allavega, Robin Williams í Dead Poets Society, hann hafði ástríðu. Hann hafði passion, sko. Það sást líka nefndunum. Já, hann náði að kenna þeim og notaði öðru sér leiður og náði til þeirra og lagði meira á sig og svona fallegt samband líka, milli þeirra, sko. Það er líka falleg mynd. Já. Ég myndi segja það. Ég myndi lýsa þannig. Horfði hann að minnum í ensku tíma eða eitthvað sliðis og hún bara greip mér svakalega, sko. Já. Hún gerir eitthvað verkefni með það, eitthvað sliðis. Vá, ég held að ég hef séð líka í skóla. Aha. Ég held það er vinsælt. Sast fyrst. Já. Ok, hvað ertu með næst? Nú ætla ég að nefna A Star is Born.
Ok, með Cooper og Lady Gaga? Já. Akkur aldrei hana? Ég þoli ekki söngmyndir. Ég hata söngmyndir. Þoli það ekki, bara ég bara, þegar konan biður mig að koma og horfa okkur á söngmynd, ég bara glemdi því, sko. En þessi talaði eitthvað til mín. Mér varst svo, fyrsta lagi bara, Bradley Cooper bara rosalega rödd, sko. Og bara, af hverju hann ekki má syngja allt sitt líf. En hann er líka góð leikari. Hann er líka góð leikari. Já, og góð leikari, já. Og einhvern veginn, sko, ég var búin að hlusta á lögin minni, sko, áður en ég fór í bíó. Já, þau voru svo vinsæl með það. Þau voru svo vinsæl og svo góð. Já. Ég hlusta ennþá í dag, sko. Já. Og þannig að ég var aðeins búin að kveikja upp í mér og síðan var búin að heyra svo góða hluti, fór á hann ákveðna væntingar. Mér fannst það bara svo, þessi saga, þetta var svona 2 heimar, ein svona kona sem hafði ekki trú á sér, var samt svona vinna bara einhver starfi og sem einhver gauð sem var búin að meika það í einhverju tómu rugli, hún einhvern veginn að reyna að adjusta hann að reyna að hjálpa henni, sem alltaf fer eitthvað í kaos hana, hún endar eins og hún endar. Er þetta sorglissaga? Myndirðu segja það? Já, ég myndi segja það. Hún væri svolítið sorgleg, sko. En samt grípandi, sko. En ég samt ber svo mikla virðingu fyrir því sem myndum sem endi ekki alltaf vel. Að því er svo gladiator. Er hún sorgleg? Hún er... Já, hún er það. Já? Af því að sko, hann deyrir henni á sama tíma og hann er að sigra. Og mér finnst það svona töff. En gefur hann fullt af fólki innblástur? Já, 100% sko. Nær hann að fá fólk til þess að svipa sér Braveheart, þú veit alveg að segja hann Já. Er Braveheart sorgleg mynd? Hún er grjótörð allavega. Já. En hún er líka alveg fallega því að hann nær í lokin þó að hann fórnar sér fyrir svolítið málstæðin. Já. Svipa svolítið eins og Maximus, þetta er ekki Maximus í Gladiator? Jú. Og hann nær að kveikja eld í svo mörgum. Já. Skilurðu? Og einhvers fórn sem hann til sig þurfa að taka, sko. Já. Er það sorglegt? Það getur líka bara fallegt. Já. Ég held að það sé kannski sorglegt þegar við höldum alltaf með hetjunni. Já. Við viljum að hún... Lifi af. Já. Þannig ég held að sé kannski, fólki finnast svona pirrandi stundum. Þú veist, hvernig fólk er að menda á svona. Já. En mér finnst það stundum töff og alveg fallegt, já. Það er ekki bara að vera sorglegt. Nei, því sögur geta alveg verið fallegar og góðar þó þær endi kannski ekki vel á hann hefbundin hátt. Já. Eins og Star is Born. Já. Ég þoli ekki þegar bíómyndir enda bara einhver spurningamerki eða eitthvað slíðis. Hvað er fokkanum? Hvað á ég að túlka núna? Þú veist. Vilt þú ekki túlka sjálfur? Ég elskar að koma ekki heifti sem ég þóla ekki myndir. Já. Þú ert ekki hrifin að því? Það er kannski að dæma. En já, nei, þá er ég kannski svona... Já, þá er ég bara í stór spurningamerki kannski. Þú vilt ekki svona einhvern opin enda. Þú vilt bara fá... Ég vil fá bara meira closure hluti, sko. Ég fíla meira öryggi heldur en óvissu, sko. Er það ekki bara? Já, þannig að þú vilt ekki þegar myndin er búin. Þú vilt ekki fara að googla og lesa þig til hvað það gæti verið og okkur pælinga. Já, nei. Ég er ekki þar. Nei, ok, þú ert ekki þar. Nei, en þú veist, ég oft tekið bara svona samræði, bara, já, hvað, við kannski bróðum minni eða eitthvað svona, hvað þýtti þessi endilega, hvað gerðist eiginlega, og bara af hverju gerðist það svona, og bara, já, þetta gerðist út af þessu, já, ok. En síðan er þetta bara svona, held ég áfram í límit, sko, þú veist, ég hef alveg aldrei nefnt eitthvað, þú veist, ekki lagt að ég vana minn að skoða eitthvað meira eftir bíómyndir að þætti eða eitthvað, sko. En það er líka bara eftir í smekka manni að misja og bara hvernig lítur á bíómyndir. Auðvitað. Þú kannski ekki lítur frekar á þær sem bara ákveðna afþreyingu og þú vilt hafa þín afþreyingu frekar svona heldur svona. Það er ekkert því. Nei. En það er náttúrulega væntanlega margir sem stúdera bara bíómyndir í þaula sem hlusta hérna. Já, algjörlega. Ég meina, ég er sjálfur þannig. Ég getur hort á okkur bíómynd og bara, þetta endar svona, ég skil þetta ekki alveg. Googla og les mig til horfa aftur á myndina, hæla okkur punktum. Það er alltaf mjög áhugavert og Það er líka bara því að bíómyndir bara er í blóðu mínu, þetta er svo mikil ástræði mér. Og þess vegna hef ég óskaði, sko, að ég fór í kvikmyndasálfræðan. Ég fór í sálfræði fyrst í BS, það var bara svona þetta áskast sem ég geti valið, sko. En síðan kom ástræði vonum mestnámi, en þá, ég veit óskaði núna, ég bankaði þessum að beggi, sko, innbyrðu viskunar sem út að læra hana. Fyrstu með?
maður að svala einhverju, þegar maður að horfa á myndinu, maður að svala einhverju, sko, maður að svala einhverju þörf. Já. Og maður heyrði svona rosalega gott kvót, sko, bara takk bækur, bíómyndir, þættir fyrir að gera mig kleift að fara eitthvað þegar ég get ekki farið neitt. Og mér finnst það bara, per se, hvað þetta er mikilvægt, sko, myndu ekki bara deyja án bíómynda það? Góð spurning. Ég held reyndar ekki, og ég elski bíómyndir, af því að í grunninn eru bíómyndir sögur. Og sögur mun alltaf lifa. Já, sögur er formi. Já, af því að formið sjálf kannski deyr út, en þá erum við sjónvarpsþætti. Svo sögur líka þar, þannig ég held ekki, en mér þykir svo vænt þetta form, þess að 2 tíma, þú hefur 2 tíma til að segja mig sögu, gerðu það, þú er ekki 10 seríur, skilurðu, eða 20 bækur, en formið sem slíkt, ég vona að þetta ekki út, en nei, ég held við myndum deyja á þess að afþreyingu, það er klárt mál. En deyja án listar, það er 100%. Já. Ég er alveg 100% án tónlistar, án þátt, án bara bóka og bara án... Engin málverk, engin tekníkar, 100%. Engar höggmynd, ekki neitt. Ég myndi að taka alla list út úr samfélaginu, þá vil ég frekar drepa, sko. Já, það er líka svo leið, sko. Já. Ekki spurning. Ok, Star is Born, hvernig er þetta Lady Gaga? Nú er hún söngkona. Já, hún var líka að taka svo nýtt hlutverk, hún var alltaf að leika. Já. Og mér fannst það líka bara svo sexy move. Að því, hún var svona Lady Gaga söngkona, hún var svona býtu tónlistinn, þetta er ekki alveg svona, sem mætir hún bara eitthvað alveg hlutverk. Bara einhverju geggjaðri mynd. Já, og var drullu góð. Já. Þannig að það var líka svona, meðan það svona ákveðin sigur fyrir mig, að þú veist, sem ég upplifði fyrir hana. Já, fyrir hana, pottið. Þar hefur hún pottið, gruna mig, þurfti að horfa svolítið við sinnóta, einhver leiti, þó að sett performer og þú ert söngkona eða eitthvað, þú ert upp á svið og syngja, það þýðir ekkert endilega að það geti transferast yfir í að vera leikari eða leikona. Nei. Þannig ég get alveg trúa að þetta er svona, já, þetta er kannski svona, þetta er auðvitað hrætt hana smá, en samt gera það. Það er cool. Já, algjörlega. Einhvern sagan tengsli, ég held að það hefði líka bara verið lögin var alltaf fucking góð, sko. Já, þannig þú veist, það hélt manni alveg í senunni, sko, og sagan í gegnum lögin, sko. Og kemmistra milli þeirra? Já, það var svona ást líka, við hljótum öll að tengja við ást. Já, ég ætla að vona það. Það var ástasaga, sko. Ástasaga? Það eru þetta svona, bara grípum mann líka, sko. Já. Og þessi svona ólík tenging úr lífinu, sko. Svo er líka fælt ég að flestir tengja einhverju leiti við fíkn. Já. Því hann var hann ekki alkoholisti í myndinni. Og flestir annarkvort glíma við sín eigin fíkn. Já. Eða þekki eitthvað nákominn eða eitthvað. Þannig þetta er eitthvað svona universal. Þú tengja alveg við þetta hvort sem sést á Íslandi eða í Japan eða Bandaríkjunum. Já. Því hún var vinsæl bara worldwide. Já, áhverðlega með fíknum líka og kannski ég held að deyfum okkur líka öll ákveðið móta, sko. 100%. Þú veist, er það sími, er það matur, er það, þú veist, eiturlyf, er það áfengi, er það kynlíf, er það sykur. Bíómyndir, við deyfum okkur öll á einhvern móta, sko. Einhvern móta. Þannig kannski það er tenging líka. Já, 100%. Og líka það bara hvað, þú veist, stundum er bara sársökafullt að vera mennskur, sko, eða ná einhverjum árangri og... Stundum bara er þetta til. Það er bara, stundum með að lífinu alltaf bara þjáning, sko. Það er svo fyndi, ég stundum stendi sjálfum að því, maður ákvæmst í slæman dag. Og maður er bara eitthvað, djöfull, okkur það líf að vera svona erfitt. Já, þá byrjum við morgunum svolítið okkar ég hef það bátt og eitthvað svona. Þá dettum við morgunum gýrin. Já, svo vaknum maður daginn eftir og bara, hvað, ég var í fokkanum var í gangi í gær. En svo fyndum, stundum maður lendir í þessu, ég veit ekki hvort þú tengir þetta. Ef ég detti hérna gýr, bara eitthvað, djöfull, morgunum sjálfum er svo, bara allt ömurlegt og eitthvað. En þú veist samt innstinni að þú ert ekki fórnarlamb. Fattar þið, samt eftir að glíma við þessar tilfinningar, þið líður sér sem ekki fórnarlamb. Já. Þetta er svo fín lína, sko, ef maður fær eitthvað svona sársauka eða eitthvað svoleiðis, sko, á erfiðan dag, þetta er svo fín lína, bara, hvernig á maður að leyfa sér aðeins bara að finna til, skilur mig? Já. Þú veist, auðvitað maður taka móti sársugunum og eitthvað svona, en fín lína, sko, hvernig á maður á svo bara að rífa sér í gang og neitunum, skilur, að berjast á mótunum, sko, því ég held að leyfa maður, sko, samþykja og það er alltaf lægi að vera eiga sítt í dag, sko, þú veist, að eiga alltaf sítt í daga, sko, og, þú veist, einn góð punktur sem ég heyrði einhvern tímann, sko, þó svo að ég, sko, hafi það frekar gott lífni, en á sítt í dag, þá má ég eiga sítt í dag þótt að annað fólk hefur það miklu meira sítt í en ég, sko. Já, þú getur alltaf bakkað, skilur. Já. Það er alltaf eitthvað sem hefur að verra. Já,
þrátt fyrir það, þá má mér þetta alveg líða illa, þrátt fyrir að ég hef mín forréttindi og allt þetta skilur. Já. Af því að þegar sumt fólk skammast sín fyrir að líða illa af því að það á ekki að líða illa út af einhverju. Það er ekki rétt. En það er bara rugl. Ég hef sjálf, persónulega, ég hef fundið hjá mér, ef ég leyfi þessu bara koma, segjum bara dagun í dag sé bara glataður. Ef ég leyfi það að koma, þá er það í svo stuttan tíma hjá mér. Já. En ef ég best á móti því, nei, mér maður ekki líða illa, ég þarf að gera eitthvað, þá kannski ég eftir 2-3 daga, skilur. Já. Í staðan bara þetta er bara glataður dagur, það er bara þannig. Ég veit að daginn á morgun verður ekki eins. Já. Nú ætlum ég bara að liggja upp í sofa og bara segja ekki neitt, skilur. Svolítið beauty í því að gefast upp, sko. Þannig að maður eigist í það. Já, það hefur hjálpað mér. Já. En það tók mér mörg ára að fatta það. Ég var alltaf að berast á móti. Já. Þegar þessi dagar komu. Það er bara, það er svo oft sem er óttaða hugsanir, sko. Sama hvað ég geri, þá bara, get ekki hægt að hugsa um þetta. Og ég er alltaf að segja ekki hugsa. Þú veist, ekki hugsa hvítan fíl eða bleikan fíl. Hvað gerir þú núna? Bara búin, leikur fíl, skilur við. Þannig að það er ekki að hugsa okkar þannig nærða hafa meiri áhrif og heldur þú myndir bara segja, veist, jú, ég má alveg hugsa um það. Já. Þannig nærðu meira stjórna því þú ert að taka á móti því, sko. Já. Þetta er myndið. Ok, Star is Born. Þetta er mjög áhugalisti hér. Já. Það er svo gaman. Það sem er skemmtilegt þetta podcast er að fá alls konar fólk, að kikka sér með sína top 10 lista og ég veit ekki neitt. Það er svo gaman þegar eina mynd í einu. Ok, hver er næsta mynd hér? The Wolf of Wall Street. Ok, geðveik mynd. Ok, en af hverju er þetta geðveik mynd? Við erum að fylgjast með... Hvað ekki ykkur gókaðinu? Já, þetta er bara astni og astnar. Af hverju er þetta svona góð mynd? Ég er ekki bara því að við vildum öll prófa að lifa svona lífið það. En myndirðu vilja? Nei, þú veist, þetta er spennandi. Þetta er eitthvað svona, skiluru... Svipað eins og kannski horfa okkur á mafíumyndir eða eitthvað glæpamenn. Kannski svala okkar... Við fáum að gæjast inn í hennan heim, en svo getum við bakkað. Já. Við fáum að taka aðeins þátt, en við erum samt ekki brjótað á. Já. Er það málið? Er það ekki? Jú, einhver leiti. Mér finnst þú bara svolítið nett, sko. Bara hana þegar Matthew McConaughey og hann eru... Á matsöðstanum. Var þetta ekki matsöðstanum? Jú, og þegar berja brósta sér hana. Sér hana, I'm not fucking leaving. Við veistu bara svo margar netta senur hún alltaf... Þegar hann líka... Hvað tók hann ekki? Overdose hann ekki á okkur kveilúts eða eitthvað var bara svona hálf lamaður? Já, og hann var hann í bíli Já, og það eitthvað skríða... Fyndi aðri. Já. DiCaprio aðeinslu í henni. Jonah Hill er skemmtlur í henni. Já. Með þessar gerfið tennur hann eitthvað... Já. og líka einhvern veginn næri einhvern í flottustu dömuna, hætti með æsku ástinni og næri síðan að fokka þínu allir upp út af þessum öllu lífstil og hvernig hann er búin að brenglast, sko. Hvernig finnst þessi Jordan Belfort karakter? Hefur eitthvað kynnt þér mannin, alvöru mannin? Nei, ég hef ekki gert það. Hefur þú ekki það? Svona eitthvað smá. Ég keypti bók eftir hann. Já. Í rauninni bara, ég maður ekki hvað hann heitir. Það heitir eitthvað svona The Way of the Wolf eða eitthvað. Hann er að kenna sölutækni. Og ég meina, gæinn alltaf eldklár. Já. Kemst ekki svona langt. Þótt að það hefði verið ólulegt sem voru að gera, þá hann eldklár, það er ekki að taka það á honum. Og þetta var áhugur bók. Já. Það var bara svona sölutækni og alls konar. Já, ok. Ég get að fara að þylja hann alltaf upp um Nei. En áhugaverð og þó að margir myndi segja þetta er bara asni. Afskræðan alveg. Það er alltaf að læra samt ýmislegt á honum. Já, það er aftur komin í að dæma og geta tekið eitthvað frá einhverjum og eitthvað sem þetta ekki sammála og eitthvað svona. Algjörlega. Ok, Wolf of Wall Street. Þetta er mjög skemmtileg mynd. Hún er góð, ég er búin að horfa á hana oft. Þetta er oft svona, þegar ég er búin að skrolla eins og sagði á Netflix í einhvern smá tíma og allt í hennu bara Wolf of Wall Street, bara horfum á hana. Hún er bara góð, við veit ég er að fara að drána og horfa á hana, bara setjum hana í gang. En nú er hún svolítið löng, svolítið 3 tímar. Já, hún er ekki 2,5 tíma eða 3 tímar, já. Allavega 2,5 held ég. Finnst þér það, ef þú sér það, er það eitthvað svona, svona pínu? Stundum? Já. Þú sér það eitthvað myndi og svolítið löng? Já, ég er svo fucking leiðilegur, stundum fer ég bara að sofa og hún myndi klára, sko. Ok, en pásar þá, eða ítar stopp? Já, ítar stopp og sem segir við kannski gerðistina eitthvað, erum við að horfa á hana á morgun, sem horfum við kannski aldrei á henni. Eða hún horfir á henni, ég segi, getur ekki sagt mér frá henni. Getur sagt mér frá henni. En eins með það, er það þá ekki dæmum bara að myndi ná ekki til því? Jú, örglega, því að þú veist, ef hún myndi ná virkaltíminn, þá væri ég... Það myndir klára hana? Það myndi ég sennilega klára, það myndi grípa mig gjössanlega, sko. Já, ég er að segja það. En ég horfði á, Theory of Everything daginn. Já, er það Stephen Hawking myndi? Já. Ég hef ekki séð hana. Leðileg.
Mér varst drullu góð, sko. Mm? En ég held ég hafi ekki alveg klárað hana. Ég held ég ekki klart. Ég minni það. Varstu bara þetta kvöld og þú fórst sem Já, ég fór bara hundleiðilegur, sko. Hundleiðilegur. Veistu svolítið ekki hvort þú hefði tímyndur eftir eða hvort þú hafið klárað hana? Já, sko, ef það verið tímyndur eftir það myndi ég alltaf harka í gegnum það, sko. Já, það ég hlýtur að skil. hafa verið kannski hálftími eða eitthvað. En finnst þér þægilega, þú talar aðeins um sjónvarpsþætti áðan, Já, finnst þér þægilega að horfa á það? að minna commitment. Já, því það er kannski bara 40 mínútur. Já, Svo getur þú bara pása eða þess að svo bara er já. þátturinn búinn. En síðan sko, síðan hugsaði maður þetta og síðan gefur maður sér tíma til að horfa á bíómyndu þá var maður bara djöfull ánægður með að ég náði að horfa á heila mynd og þetta var geggjað og ég bara gerum þetta hvern einasta laugardag, skilur og ég væri alveg til í það. Já, Ég síðan, sko, tala um að dæma, ég dæma of myndir bara út frá cover. hvernig coverið er og bara byrja, þetta er ekki nógu gæði og bara einhver mynd sem er kannski einhver toppist sem ég bara, þessi mynd hörur ekki til mín, sko, en ég vil bara horfa á sömu, fara aftur í öryggi og það ég fara í sömu myndina. Viltu ekki óvissuna? Nei, hún er ekki, vill hana enginn, sko. En það er eitthvað við það, þú segir öryggi. Þú, eins og Wolf of Wall Street, búin að sjá hana oft. Þú veist hvaða tilfinningu koma hjá þér. Veit hvað það er að fara að fá, Þú veist hvað það fá. Já, Þannig að þegar þú fer kannski í einhver aðra mynd sem þú hefur ekki séð, það gæti orðið algjört rugl. já. En, það þýttir óvissa getur stundum verið spennandi. Þú Já, gæti fengið eitthvað brjála. Þú nákvæmlega. getur fengið aðra Wolf of Wall Street. Nákvæmlega. Og svona, þegar maður var eldri og pældi meira í, sko, ekki meira að vera að pæli líka bara meira við bíómyndur hvað þetta er að læra þeim. Ég hugsaði þetta ekkert þannig, þú veist, þegar maður var yngri, maður bara horfa á einhverja myndir. Þú veist, þetta var bara náðu tíma. Bara afþreying. Já, en þú veist, ég var alveg verið peppaður að horfa á einhverja myndir þá aftur eitthvað svolítið, til að skoða, þú veist, ákveðna personur eða ákveðin söguþráð, eitthvað sem gerist út þá frá bara sem kemur með þessi hýrastjórinu einhverjum sálfræði pælingum, sko. Já. Að svona svara því eins og, þú veist, mann ekki áttum að horfa á taxidræðurinn minni með kvikmyndasálfræði, við horfum á nokkur svona myndir og áttum að greina þær okkur svona, hvenær kemur, það er ákveðin svona, þú eru ekki að lesa þetta í ákveðin skriptum, þá var eitthvað svona ákveðin augnablik sem gerast sem vekja athyglinni okkar og verið breyting og okkur svona dæmi. Þannig mér er svona gaman að pæla meira svona í svona, sko, meiri dýft myndina, sko. Og ég finna bara núna, sko, nú er ég að fara að setja eitthvað rútínu og horfa á bíómyndir, sko, og ég fæ einhvern lista frá þér og kemur það síðan eftir ár aftur eða 2 ár og þetta komið alveg lista og er bíómyndar séni. Það var svona gaman að fá þig svona aftur. Já. Og þú er kannski búin að horfa á einhverjar 5-10 myndir eða eitthvað. Já. Svo hafðir ekki séð. Já. Ég nefnir að senda mig lista. Ég skal bara, skemmt sem ég geri. Byggt á, kannski Þínum áhuga. þú sér svona minnstur hjá mér Já. og þá getur sagt, já, þessa 5-10, þú ert ekki með að sjá þær, horfa þær. En svo ætti ég líka kannski aðeins að challenge þig. Já, það er Skilurðu? fara, já. Þú veist, tökum bara dæmi eins og þú ert ekki með nefnir hryllingsmynd. Nei. Það getur vel verið að ég myndi setja eina hryllingsmynd á listan, en sem ég held að þú myndir fíla. Ekki bara einhverja, skilurðu. Fuck maður. Það er ekki mikið verið þær. Jú, það var stútur þetta vorum yngri, sko, strákanir og horfa á hryllingsmynd og vorum bara við undir sæng saman og bara, ég þóla ekki mynd sem ég hoppaði svona úr sæð. Man, hvað mynd var þetta, ekki The Grudge, heldur, einhver mynd sem ég hoppaði upp á sætunni í bíó, sko, öskraði, sko. En þú veist, mér veist líka oft, sko, ég veit ekki hvort það sé þeng, ég hló oft ógeðslega mikið í hryllingsmyndum og ég held að það hef bara verið smá coping hjá manni, sko, að Var þetta ekki bara svona defense mechanism? Jú, að hlæja einhver sem er bara, þetta er fucking fucked up weird og ég er skítrættur, sko. Paniklátur. Já, en við gerðum þetta alveg sín tíma, en ég hef alveg gaman á hryllingsmyndum, svo ég man, sko, ég var mjög ungur þegar ég fór í svona fótboltapartí, það var alltaf Freddy Vafs Kruger, sko. Freddy Krueger? Já, Freddy Krueger. Ekki Freddy Vafs Kruger. Það er mynd sem heitir Freddy vs. Jason. Já, Freddy vs. Jason, já, og Freddy Krueger og ég fekk einhvern tíma martraðar í því, sko. Kannski skiljanlega að þú varst mjög ungur. Já, var frekar ungur, sko. Þannig ég held að sé, sko, já, ég horfi bara á bíómyndir, ef ég er að horfa á bíómyndir, þá er ég mjög líklega að gera það með kærustunni. Hún fílar ekki hryllingsmyndir, þá sofnar hún ekki. Ég var alveg til í að detta yngar hryllingsmynd, sko. Já, þú meinar að hún verið þar hræddur en henni vist óþægilt bara. Já, og bara kannski hefur áhrif á svefninnar og okkur svona. Þannig að og ég er ekkert mikið einn að horfa á bíómyndir. En þú gerir það ekki mikið einn? Þetta er alveg með kærustunni? Já, aðalega, sko. En í gamla daga fór hún oft í bíó með strákunum. Já. En aðalega ég horfi ekki mikið á bíómyndir. En ég myndi gefa þér lista. Þeir þurfa að sannfara kærustunum að við verðum að horfa á þessu myndir. Já. Eða væri hún bara eitthvað svona, nei, þetta er hryllingsmynd, ég ætla ekki að horfa á hana.
Myndur þú offan á listanum, eða myndur þú þá... Nei, Ég ætla að horfa á hana. ef þú myndir segja að ég þurfti að horfa á hana, þá myndi ég bara segja við verðum að horfa á hana, þetta er partur af rannsókn, þú verður bara dedikatað í þetta og þú sefur illa bara take it. En pældi pressun á mér. Já, Það eins og þessar myndir delivery. já, þannig að við auka pressu núna, já. Ég er til í hryllingsmynd, sko, hann mátt alveg setja hana. Já. Sko, hann er bara lektir, er það hryllingsmynd, eða? Svona á nippinu kannski, já. Sko, ég myndi alltaf kalla þær... Það er ekki að því að kalla hryllismyndir, Nei, en mér vil alltaf þótt að vera meira svona spennu, svona thriller. já, ég sammála því. Eins og Silence of the Lambs, það sem hún lektur er. Já, Veist það meira svona thriller? já. Hún gætt hort á hana. Þannig að, Já, ég meina svo Seven, eitthvað svona þannig myndir. Þú væntar að segja, þú sé Seven ég held ég sé ekki sér hana, nei. Mér bara beitt á Morgan Freeman. Annarkvort hefur einhver nefnt þessa mynd svo, það var ofta að rifja mig upp fyrir myndir líka, þetta er alveg hræðilega fram á staðina. Kannski hef ég hort á hana, ég er ekki alveg viss, sko. Ok. Ég veit það ekki. Já, það er líka svo frægmynd. Já. Málega það eru allir, þetta er svo ég er mikil kvikmyndaáhamaður, það er alveg myndir sem ég veit séð. Nei. Það er ekki búin að sjá allt. Nei. Og ég er ekki að fara að dæma, ertu ekki búin að sjá Seven? Hvernig dirfistu? En eins og með þá mynd, það er kannski svona meiri thriller, svona spennumynd, þeir eru að löggur allt eitthvað tvildamorðingja og eitthvað. Þannig að kannski eins og kærastu þín, ef hún er ekki búin að sjá Seven, þá getur hún mögulega fíla hana eða verið til í hana, frekar en einmitt Freddy Krueger. Já. Já. Algjörlega. The Grudge, maður. Það heyrist aftur. Hrættu við það grípa þennan. Ok, hvað ertu með það? Hvað er margar eftir? Er ekki 2 eftir það? Ég held það. Jú, það eru 2 eftir. Sko, setti The Green Mile. Hún er frábær, maður. Á hverju valdi þú hana? Hvað er svona gott við hana? Aftur kannski tengsl milli ólíka einstaklinga sem náðu einhvern veginn svona vel saman og svona að stór maður sem að ná að sjá að einhver sé góður þrátt fyrir að hann hafi gert eitthvað illt kannski og síðan komast að því að hann gerði náttúrulega ekki þetta illa, skilja. Nei, það var saklaus. Og samt að hann vildi sko, og svo sorglegt að hann vildi samt bara ekki að hann myndi bjarga sig því að heimurinn var svo vondur og svona, vildi bara fara. Og hann fekk að fara á þess að vera meðhaldi á hausnum með hann svo hræddur. Á myrkfælinn minnum. Myrkfælinn, já. Og fannst það bara eitthvað svo svona, og þetta var fangi og fangavörður. Fannst það svo sambandi frá honum hérna Tommy Hanks og hérna ég veit ekki hvað karakterinn hét. John Coffey hét karakterinn. Já. Ég las líka, þetta var ensku. Ég las bókina, verður ekki bókum þetta? Jú, Stephen King skrifaði. Já, mér minnir að hafa lesið hana. Ég veit ekki hvort ég hef lesið hana bara orðið á myndunum fyrir prófið, en ég minnir að eitthvað. Segjum og lesa hana líka. Já, ég held ég að hafa lesið hana líka. Jú, ég las hana. Ok. Ég er nokkuð vissum ég hef gluggað í hana allavega. Ok. Og síðan horfðum við á hana í ensku og hérna, já, hún náði tíminn. Hvað finnst þér svona spennandi við hana? Masterpiece. Já. En þannig að það kom út ekkert ósöpum tíma, Shawshank Redemption og Green Mile. Já. Þú veist Shawshank. Já, ég sé Shawshank. Það eiga svo margt samið, sömu leikstjórar, eða sami leikstjóri, báða gerst í fangilsi, Stephen King skrifaði báðabækurnar. Já. Það eiga oft svona margt samið, báðar fallega sögur ólíkla vináttu. Við Green Mile líka þannig. En við Green Mile svona hverfi skuggan af Shawshank. Já. Því Shawshank er talin bara besta mynd sem hefur verið gerð. Ég held með sem hún sé á IMDb, þá held ég sé nummer 1. Já. Þannig að Green Mile eitthvað svolítið svona að hún kemur eftir á. Já. Shawshank kemur undan sem Green Mile. En ég vil meina það, ef að Shawshank var ekki til, þá held ég að Green Mile myndi að ranka miklu hærra. Já. Það er áhugavert. Það er náttúrulega svipað svona fílingur í henni. Sami gaur sem gerir tónlistina, þetta er svona minimal örugglega. Þetta er margt svona svipað. Já. En báðar er alveg rétt á sér því þær eru svipaðar en samt ólíkar. Mér finnst það að það er margt í svona Green Mile sem er svona alveg húmor í henni á köflum. Þó er það líka margt ógeðslegt og það er ógeðslega karakterar. Já. Hvað er það? Petri? Nei, hvað heitir hann aftur? Hann heitir... Tjúfullandan, hann vil fara inn í myndir og berja að hann gaur maður. Percy, já. Ég hef sjaldan hatað mikið einhvern mann. Þetta er svo suman eins og hérna Dorothy Lawrence í Harry Potter helvitis kettlingin sem endur því maður langar bara hvað í fokkar mér þú að gera hérna. Ég hata þig. En finnst þið það samt ekki magnað að þegar að myndir ná þessu að þú veist þetta er leikari, þú veist þetta er fake en þú samt hatar hann. Þú ert bara, þú fucking fáið þig. Okkur líka bara ekkert vel við
einhver sem ósanngjarnir eða svindlarar eða fattar mig. Já. Og líkar ekki vel við það, sko, það er bara eitthvað mannlegt líka. En þetta er svona ekki alvöru svindlari. Þetta er ekki alvöru vondukall. Nei, nákvæmlega. Þú veist, þetta er leik, skilur, saga nærði það mikið. Það er alltaf svo fallegt, sko. Þessum bíómyndir töfrar, skilur. Já, það eru fokkin töfrar, sko. Þeir ná þér. Ná þér algjörlega, hún náttúrulega bara, eins og segjum, svala einhvers konar tilfinningum, sko, því að, ég verð ekkert oft reiður, en þú veist, maður getur reiður í myndum, það getur bara verið gott. Ég veit, þú hatar hann að gæja. Já, ég þoldi hann. Í Green Mile. Já, þoldi hann ekki, sko. Þegar hann fekk sitt, þá var hann bara, yes. Já, það var bara, gott að þig. Já, bara, þú veist, þetta átt að gerast, bara. Þetta er bara, sangirinn er bara, þú veist, það er bara réttlætt, bara, þú veist, það er bara, nákvæmlega, gott að þig. Helvítis, ég þoldi hann ekki í þessar mynd. En mér finnst þetta alltaf svo áhugavert, bara bíómyndin ná manni svona mikið. Það versta sem getur gerst að horfa bíómynd er að þessi sama. Já. Ef þeir eru sama allt í myndinni, pointless. Þú þarft ekki að halda með hetjunni, en þú hafur einhver tilfinningar. Ef þeir eru allir saman Percy, svo allir sama hvort hann degi eða ekki, þá finnst mér myndin vera að klikka. Þannig að ef myndin er ekki að fanga þig og þína tilfinningar, þá er hún að klikka, basically. Mér finnst það. Já. 100%. Ef þeir eru bara sama, ef þeir eru bara eitthvað, mér er allir sama alla karakterinn í myndinni. Ákvæmst að horfa hana. Það væri ekki til bíómyndir, held ég. Nei, þú veist, þá er mynd, það er alveg tilsvarsmyndir, það er bara lélegar. Það væri allar þannig. Það væri allar þannig? Engin áhuga á því, sko. Nei. Þá myndi það alveg ekki grípa okkur. Nei. Þá væri bara eitthvað, þetta er hundlegast. Já, bara flatt og skerist ekkert og... Hvaða mynd er númer 1 hjá þér? Eða þess að svona síðasta? Er ekki ein eftir? Það er ein eftir. Hvaða masterpiece er það? Sko, við tölum nördamyndir á hann. Ok, það er eitthvað nördat á því lokin. Star Wars, The Rise of Skywalker. Finnst þér hún góð? Fannst hún bara svo töff. Veistu hvað mér fannst töff það? Mér fannst töff að það var kona sem var hetja. Ok, en það er áhört, þú velur alltaf síðustu myndina í eins og 3 leikjum. Ætli það sé tengsl milli þess og öryggi sem ég er að finna, það er eitthvað smá closure og talaði um á hann og ég vill að myndir enda closure. Ég vill ekki opin enda. Og mitt svona, og ég vil að fungera vel í öryggi og er líka ekki selga vel við óvissu. En maður finna eitthvað mynstri, ég er bara takk fyrir hvaða borgaði fyrir sálfræðitíma sem er að því að bara okkur Rise of Skywalker, það er 3. myndin, það er lokamyndin, Return of the King er lokamyndin, þetta er alls lokamyndin. Þetta er þetta mjög áhugavert. Þetta er mjög áhugavert. Að ég hef oft fengið einhvern, það hefur oft komið einhvern sem hefur valið eins og Two Towers. Já. Kannski, Two Towers er uppáhaldsmyndin mín. Miðjumyndin, eða Fellowship er uppáhaldsmyndin mín, fyrsta myndin. Ég hef aldrei fengið neitt sem mann eftir, sem velur bara kýs alltaf okkur. Þannig að enda sagan og þá er það uppáhaldskalum minn. Áhugavert. Já, ég sko, þegar við erum að tala um þetta núna, tengi ég þetta líka bara mikið við bara, ég er rosa mikið svona, ef ég vil stefna okkar, vil ég helst bara stefna okkar eitt, skilur mig, og bara klára það, ég funkar ekkert nógu vel þegar ég veit ekki hvert ég er að fara og svona vill bara, líður ekki, við líður best í ákveðnu öryggi, þó ég sé alveg duglegur að fara í óvissunum líka, en þá svona, það er einhver tengslan á milli, sko. Já, það er eitthvað sem nuttaði öfugt ef að myndin er svo tala um að það er kannski eitthvað svona open-ended, eitthvað óljóst og eitthvað svona. Já, það flækir líf mitt. En það er eins og þú veist, sem ég átti ákveðin tíma og var ég ógeðslega erfitt fyrir mig að taka litlar ákvarðanir. Bara komin í einhver föt og bara, nei, ég ætla ekki að fara í þessi föt, ég geti verið að fara á morgun og það var einhver fundur og það er að velja nákvæmlega þessi föt þá og okkur svona, þannig ég klæddi með önnum föt. Eða þú veist, ég var að hugsa bara, hvernig æfingu að taka? Já, ég var að taka þessa æfingu, nei, ég get ekki þessa æfingu því þá er ég að fara æfingu þarna og þá er ég að fara að æfa þetta og bara stundum var bara lamaður stundum á svona litlum ákvörðunum. Það er rosalega vont maður. Og ég fór mér Subway eða fór mér Serrano, Serrano ég er að keppa og eða Subway það sem sé eitthvað unnið og svona, bara, þú veist, þetta var bara svona litlar ákvarðanir sem bara svona, ég var svo hræddur við að taka ekki réttu ákvarðanina. En hvernig sigrast á því? Ekki hugsa, gera. Takk ákvörðun, búið. Já. Bara velja sér föt og bara farin. Búm, búið. Ekki að pæla í þessu meira. Að því að ofhugsa, ég tengi alveg við það, sko. Já. Ég er alltaf að æfa mig meira og meira í því að gera það ekki. Já. En þetta er ótrúlega hvað það getur verið erfitt maður. Og vont. Já. Það sé ekki það, bara, já, það getur verið held erfitt og já, þetta er þetta closure, sko. Það er þetta, þú veist, það er eitthvað sem er einhver vissa í þessu, sko. Það er eitthvað mynstur hann að hefða þér. Já, það er eitthvað mynstur hann, sko. En þú talar um að þú fílaðir að það var
sagði ekki að því að það koni aldrei. Já, Já. mér finnst það nett að konan var hetjan, sko. Já. Og mér fannst líka nett af því að, sko, ég hef alveg tengt líka fyrirlistar við Star Wars, af því að, sko, ég vil óttan líka, því að maður svo nett atriðin þú kemur eitthvað og hann spyr hana bara eitthvað what you're most afraid of, eða eitthvað, hún segir myself. Og hún segir myself af því að Palpatine var hluti af henni líka. Og þá sagði hann, þú veist, við erum að every Jedi has to að mæta sínum ótta, skiljum. Mér finnst það svo töff líka. Já, ég held mér að segja það ekki bara, alveg í myndinni. Þurfa að mæta sínum ótta. Já, og mér finnst það svona, það fangaði mína svona athygli. Sjá hann bara mjög myndarlega þessi stelpa. Já, leikona, Daisy Ridley, já. Svona heillandi. Já, hún er með sjarma. Já, sjarma, hún er sjarmandi. Veistu, áhugavert, ég las viðtal við hana eftir Star Wars. Að maður sér þessar myndir, þetta er risa myndir og þú sér þessa leikonu í þessum myndum og maður er einhvern veginn áætla það bara, já, hún er búin að meika það. Já. En svo er hún að tala að hún er lent bara í erlögum að fá hlutverk. Já, alveg? Já. Ha? Já. Eftir þessar myndir? Já. Hvernig fannst þér hann að leika? Því þú ert kannski pælir meir í þessu. Hvernig fannst mér hún vera eða hvernig fannst myndi vera? Bæði bara. Þú veist ekki hrifin af myndir, ég fann það bara að ég sagði það. Já. Sorry, ég var að reyna að vera pró og kúlaði. Ég hati þessar myndir. Við getum ekki enda á henni, maður. Þegar þú sagði Star Wars, ég bara sagði, ok, yes, Beggi er að koma með eitthvað Empire Strikes Back, eitthvað góða Star Wars. Já. Ég er eiginlega bara, þú veist, ég séð flesta Star Wars, sko, að þú veist, ég hef bara verið svo ungur og ég hef ekkert gefið mig tíma til að horfa það aftur og þetta er bara svona nýjasta Star Wars sem ég sá. Já, ég skil. Ég líka var alveg búin að ákveða, bara leðu sagðan, ég bara, ég ætla ekki að tala hvernig mér finnst hún. Ég fann að vera svona, já, hvað finnst þér á hana? Og svona... Ég misti kúlið. Já, nei, ég meni, bara mannlegur. Ég er mannlegur. Já, en þú veist, mér fannst það bara næs, mér fannst það bara góð, bara, þú veist, mér fannst það nett. En svo líka, eins og tala áðan, það verður náttúrulega, maður að taka til þess. Þú lítur á þetta sem svona meira kannski afþreying. Þetta er eitthvað sem er gaman að gera og horfa á og svona. Ég teki þetta svo alvarlega, skilurðu, bíómyndir og ég er að greina þær og ef mér finnst eitthvað lélegt eða leðilegt, af hverju svona leðilegt, þá fyrir að pæli því og öllu svo leiðis. Þannig að við getum ekki sett kannski mínu upplifun við hliðan á þinni, þegar þú kannski bara fórst í bíó, þú varst með pop og kók, gott sound, flott tjald, þú varst með kannski kæristunni eða eitthvað, bara gaman. Ég á alveg vini sem að fóru á þessum myndum og fannst hún geggjuð, skilur. Já. En þannig að það er ekkert sanngjarnt að mér að bara, fannst hún í alvörunni góð, þér fannst bara skemmtileg. Það er ekkert að því. Og við bara kannar endum þáttir á. En við erum svo áhugavert með sko að þú hefur lært svo mikið af bíómyndum. Það er bara lært inn á sjálfa þig og lífið inn á pælingar, bara þú veist, bara allt. Í gegnum bíómyndir? Já. Kannski ekki alveg allt, það er rosa mikið. Já. Þetta er svo ef ég er segjum ég takið þátt í eitthvað svona, ég fyrir bústaf, það er Trivial Pursuit eða eitthvað. Já. Bara hver gerði eitthvað svona. Læst ég allt sem ég næ í heila minn, skilurðu. Já. Það er allt komið á bíómynd. Já. Skilurðu. Það er mikið sem ég fengi það. Já. Bara eitthvað, já, ég man þetta út á þessari bíómynd eða þessi sagði þetta í ykkur bíómynd. Af því ég er svo mikið áhuga á bíómyndum og ég er með svona þokkalega gott minni en ég er með ennþá sterkara minni ef þetta er eitthvað sem ég áhuga á. Já. Þannig að ég er að horfa okkur geggjaða mynd og það er einhver sem segir eitthvað, þá stimplast þannig í hausunum mér, þá get ég náð í það því ég er að oftast, það er mjög oft. Er ekki bannað að fara bannað að vera í símanum og horfa á bíómyndi eða? Átti ekki bara að vera að horfa á bíómyndina eða? Það er bannað. Já. Ert þú ekki síma? Nei, ég, En kærstan? Nei, ég banna henni það líka, sko. Er það regla heimilinu? Já, ef við ætlum að horfa á eitthvað, þá horfum við á það, sko. Ég, nema að sé eitthvað, við erum að horfa á Wolf of Wall Street og það er komin 1,5 tími inn og við erum bæður þreytt og kikjum í síman. Mér finnst bara, ef maður er að gefa sér tími að horfa á myndir að þetta er eitthvað, þá má maður bara gera það, sko. Og investa í því að vera bara að veita því athygli, sko. Því það maður er ekkert inn í bíómyndin, ég er bara að skoða Facebook og... En þá verður endum á einu. Já. Getum maður þannig ekki endað að Star Wars. Myndum ekki Star Wars. Það er í sambandi við samfélagsmiðla. Já. Og í sambandi við síma og það er allir með núna, ég er bara með í símanum, bara allt saman, tónlist. Ég get þess að ég horfa aldrei á bíómyndir í símanum minn, en ég er með allt inn í símanum. Já. Þetta var á neti, veit ég hvað. Nákvæmlega. Það er allir bara alltaf í símanum. Ungt fólk í dag. Hvert eru að stefna? Er þetta unga fólk? Að ég sé alveg stundum krakka
það bíómynd í gangi og fyrir marga í dag þá bara erfitt að halda fókus í 2 tíma eða 90 mínútur eða hvað sem það án þess að kíkja í símann. Þú veist, ég bara pæla þessar næstu kynslóðir. Þú veist, verður þetta eitthvað verða bíómyndir bara útþynntar, bara eitthvað svona bara ljós og sprengingar og bara til þess að grípa athyglinni á okkur og að þau þurfa svo það er svo unga fólk í dag, þau þurfa svo mikla örfun. Já, svo bara TikTok og bara að halda einhverjum sko, ég velti því fyrir mér sko, af því að þú veist, við talar svo við heldum að athyglisspennun okkar var líka minni en hún var, en síðan erum við bara að taka 2 tíma podcast og fólk bara að horfa en fólk að hlusta, þannig að þú veist ég veit það ekki. Hvað finnst þú samfélagsmiðla? Bara persónulega. Kostur og gallar sko. Ég persónulega það er ekkert áhrifin aðeim sko. Það er eitthvað svona skrítið sko. Þú ert ekkert mikið fyrir þetta? Sko ég nota hann til þess að miðla mína framfæri og svona að nota hann sem ákveði bara vopn til þess að bara koma því sem ég trú á framfæri sko. Algjörlega. En ég fílast ekkert mikið að vera eitthvað í honum sko. Í símanum Nei, og þú veist, þegar maður er taka hann upp í 50. skipti yfir daginn og þú veist, bara af hverju í fókunum er ég að gera það og skrolla inn á sömu miðlana og refressa og þú veist, mér finnst það ekki sérst og þetta er bara að taka tímanum frá manni og spyr bara líka ungt fólk bara frá aldrinum 16-30 ára bara hvað sórum mikil tíma á dag? Svo þegar ég í mælingu, þá er það bara ég er númer 6 klukkutíma að skringla með símanum en það er náttúrulega það fer eftir hvað það gerir í símanum. Ertu að horfa á okkar svala einhverju þörf með bíómynd? Ertu að horfa á okkar produktiv vídeo á YouTube? Eða ertu bara á skrollinu á TikTok og alltaf ég gamla dag að nappaði alltaf að koma inn á Snapchat og byrja að nota filterna og bara, nei, nú er síminn bara komin til hliðar, sko. Það var þetta komin á botnin. Þannig að, þú veist, margt gott í þessu, getum tengst fólki, náti fólk, en ég er bara svo hræddur við að þetta ger okkur ótengdari í raunverulega heiminum, eins og ég allan að trúa á raunverulega heiminum en síðan spurning, hvenær er þess kynslóðin sem er alast upp, hvenær verður þetta raunverulega heimurinn og hinn heimurinn sem við erum með að tala í núna, auka heimurinn. Fuck. Mér finnst það ekki spennandi framtíð ef að... Nei, ég vona ekki. Af því mér finnst líka bara fólk, og við erum endur þennan þungum... Já, Change the subject? Nei. Nei, klárum það. Af því mér finnst það svo áhugavert að því maður fyrir kannski bíó. Og mér er bara síminn silent. Hann er bara silent. Ég er ekkert bara að svara í síman eða ekki séns. Ég tek hann ekki svona upp að þú sér ljós og ég sé þetta oft í bíónu. Fólk er að kíkja á síman sinn og hversu mikilvægt er þetta erindið eða skilaboðin eða getur alls ekki beðið í 2 tíma. Það kom aftur í fíknina maður. Já, það er enda rétt sér. Keirir á einhverju móteli sem við erum bara velja dopamin, bing. En ég kannski bara kemur ekki bara einhvern tímann bara bíó er bara stund sem þú ferð án símans. Getur það verið eitthvað? Jú, ég var alveg til í það. Ég þoli ekki að fólk er eitthvað hangi símanum og... Við erum endur þetta svona leiðilegum. Nei, herru, við erum að klára þetta bara. Það var starfall og síðan við endur þetta þá leiðilegum notum hana. Nei. En hvernig sástu eitthvað minnstur yfir áhuga minn á bíómyndum eða? Þú ert mikið fyrir ævintýramyndir? Já, ég er það. Alveg bara 100%. Og ég ætla að búa til smá lista. Já, Þó þessi ekki nefn bara 5 myndir eða eitthvað. Já. Ég er alveg svona... Já, mér datt í hug strax svona nokkra myndir. Ég ætla ekki að segja hvað ég mér í hug. Nei. En já, þú ert fyrir ævintýradót. Og ég ætla allan ekki að velja eitthvað mynd sem er með endið þess að þú ert að túlka. Ég satt svo, ég kannski, nú þarf ég bara endur þetta, skilur. Nú er ég að pæla að lesa bara, ok, þetta var töff endir, nú get ég, já, ok, þetta gerir svona, já, túlka, kannski þetta, já. Þannig ég mun samt örugglega. Ég er að challengea mig samt. Já, kannski myndi ég setja eina þannig. Já, þá myndi ég challengea mig, ok, nú pælu það sér. Upp á djóki. Upp á djóki, fokka bara upp. Segjum við 5 myndir, þá kannski númer 6, bónuspick. Já. Það er kannski eitthvað svona open-ended mynd. Ekki segja mig hver það er. Nei. Samt myndi grípa það bara, ég vil heima. Ég ætla ekki að segja. Hvað þýðir endin Hafsteinn? Þannig ég myndi bara setja saman lista, engri sérstakri röð, en mögulega er það eina eitthvað sem þú veist að pæla í. Já, mér líst vel á það. Ég hef gott að því. Já.
og ég ætla að gera þetta núna, sko, þegar ég horf á bíómyndi núna, þá ætla ég svolítið að embracea og aðeins að pæla í, sko, hvað þýtti þessi endir og hvernig mín túlkun á hann, hvað held ég að það er þýtt allt saman og hvað mun, já, ég ætla, það er markmið. Það er challenge. Þú kemur bara aftur sinna, Beggi. Já. Ekki spurning. Það er 100%. Þetta var ógeðslega gaman. Já, bara sömuleiðis. Ég komst að ýmislu í þessu podcasti. Við læriðum ýmislegt hvað þér. Já. Þannig ég vil bara þakka kærlega fyrir að koma. Takk fyrir mig og bara gangi ég vel. Takk fyrir það.